Hún er ekki, hún er að... Já, ég veit það. Til dags og er þetta bara í horninu eða einhver hérna spyr. Já, bara til mikrofón. Líka hvort að vita en að lifa bara til þessu. Það tökuðu við spurningum hérna á skrifstofunni á morgun. Já, ég er bara með hérna skilgreininguna, hérna á 10 blaðsíður. Já, formúlan að maður þetta er svona ávísun að þetta verður bara... Það þarf að sína hvað þú að gera. Kæru sjóðsfélagar, velkomin á ársfund Birtu. Mér langar að byrja á því að fyrir þau ykkar sem ekki búin að átta ykkur á því að hér eru veitingar í boði, endilega bara skella ykkur í
á hlaðborðið og það eru drykkir hérna hinum megin, kaffi og gosdrykki líka, endilega bara gjöru þið svo vel, fáið ykkur. Mér langar að byrja að stinga upp á því að Ragnar Árnason verði skipaður fundarstjóri fundarins og ef engin andmæli eru við því þá býð ég Ragnar að gjöra svo vel og taka við stjórn fundarins. Já, takk fyrir það. Ég þakka traustið, ánægjulegt að vera með ykkur, mörg kunnuleg andlit. Það væri enn ánægjulegra að vera einhvers staðar annars staðar, sko. En þetta hins vegar eitt af mikilvægasta sem við gerum á vinnumarkaðnum, að það er að halda utan um lífeyriskerfið, þannig að þetta er gríðarlega mikilvægir fundir og það er gert tillaga um það að Sigurbjörn Einarsson, lánastjóri Birtu, taki að sér að vera fundarritari og ég reyni með að hann hafi bara þegar tekið til starfa. Ég beðum að minna fólk á að lækka í símanum. Ekki það, ég held að skemmtileg símhringing myndi nú frekar bæta fundinn heldur en hitt, sko, og líka upp á hann. En þetta er samt áminning til fundarmanna. En eitt af því sem við gerum fundarstjórar að við könnum lögmæti fundarins og ég fengi hér gögn nokkuð ítarlega kynningu og auglýsingar og útsendingar í samræmi við samþykktir lífeyrissjóðsins, það sem að kveða á tiltekið form og innan tiltekins frests og það er allt lögum og samþykktum samkvæmt og ég lýsi fundinn lögmætan. Það er frjálst að standa upp, þetta verður langur fundur og ná í veitingar og það verður kaffi á borðum, sumum borðum, engum borðum, sýnist mér þetta, svona þegar maður horfir yfir salinn, en þið bjargið ykkur. Það er ánægjulegt líka, þetta er auðvitað lífeyrissjóður margra stéttarfélaga iðnaðarmanna en hennar mennur þeir búin að viðurkenna það að þessa hobby iðnaðarmenn sem eru að vinna í gallabuxum kannast einhverju við þennan félagsmann. Ég held að lífeyrissjóðurinn ætti nú frekar að taka nú einhverja svona alvöru iðnaðarmenn. Er þetta eitthvað svona málamiðlun að vera með einhver hobby iðnaðarmann? Ég ætla bara að gera athugasemd við störf fundarstjóra. Hvernig fæ ég að komast af? Já, skulum við skipta glærum. Það er dagskrá fundarins er samkvæmt samþykktum og ég ætla ekki að fara yfir það. Það eru rauninni fleiri liðir samkvæmt samþykktunum sem en það er ekki allir við. Til dæmis liðið það sem ekki kemur bara einfallega til kjörs vegna fyrra kjörs sem er hann í gildi og það hafa einnig ekki komið fram tillögur breytingar á samþykktum, þannig að það kemur ekki til umræðu eða aðrar sérstakar ályktanir sem ætti að bera hér undir atkvæði og eiga að koma fram með minnst 2 vikna fyrirvara. Þannig að það eru þá liðir sem ekki eru þá á dagskrá og mér er líka sagt að fundurinn sé hér sendur beint út á vef Birtu lífeyrissjóðs og þeir eru bara velkomnir sem eru þar, en þeir sem vel óska eftir að taka til máls það sem undir þeim liðum sem það er boðið upp á, að þá eiga menn eins og alltaf að kynna sig og fá hljóðnema. Það er líka fyrir þá sem eru að fylgjast með á vefnum, þannig að það heyrist hvað hér er sagt. En síðan verður upptakan aðgengileg hérna þegar eftir fundinn. Við byrjum á því og ég leyfi mér að skeyta saman fyrstu 3 liðunum í dagskráni samkvæmt samþykktum sem eru skýrsla stjórnar og kynning og afgreiðsla ársreiknings og tryggingafræðileg staða. Það er auðvitað ekki svo aðalefni sem að fjalla um það en það er aðalega til þess að flýta fyrir. Þetta tengist þannig að það er eðlilegt að við tökum bara umræður þegar þessi 3 liðir eru yfir staðnir og ég ætla að byrja á því að biðja Pálmar Óla Magnússon formann stjórnar að koma hér upp og gefa skýrslu stjórnar. Gjörðu svo vel. Kæri sjóðsfélagar, rekstrarárið 2023 mætti í fáum orðum segja að allt er gott sem endar vel. Fyrir rúmu ári síðan voru væntingar stjórnar og sérfræðinga sjóðsins
til ávöxtunar þær að líklega yrði raunávöxtun eigna neikvæð 1,3%. Ítarlega var gerð grein fyrir þessari afstöðu í fjárfestingarstefnu síðasta árs og fram eftir ári leit raunar út fyrir að niðurstaðan yrði jafnvel enn verri. Enda voru markaðir mjög mótdrægir og verðbólgan jafnvel hærri en gert var ráð fyrir. Það því mjög ánægjulegt að birta jákvæða raunávöxtun eigna upp á 1,12% með jákvæðum horfum fyrir síðasta ár. Sambærilega væntingar fyrir núverandi rekstrarár eru að raunávöxtun verði 3,5% og eitthvað hefur nú dregið úr óvissu í hagkerfinu þó að verðbólgan hjaðni hægar heldur en vonast til. En það eru margar leiðir til þess að greina frá afkomu ársins og ein leiðin að segja að rekstrartekjur hafi verið 53 milljarðar á síðasta ári. En sú tala ein og sér segir okkur kannski ekki mikið þegar hún sett í samhengi við stærð sjóðsins. Og í okkar tilviki þá eru milljarðarnir 53 samsvarandi 9,22% nafnávöxtun. Að sama skapi segir nafnávöxtunin ein og sér ekki alla söguna fyrir en búið að setja hana í samhengi við undirliggjandi verðbólgu. Raunávöxtun sjóðsins, það ávöxtun eigna umfram verðbólgu, lykil árangursmælikvarði hjá okkur og eins og fram hefur komið þá nam hún 1,12% fyrir árið í fyrra. Ávöxtun eigna á milli ára getur sveiflast nokkuð og eitt rekstrarár í sögu lífeyrissjóðs stuttur tími. Þess vegna ánægjulegt að geta birt bæði 5 og 10 ára meðal raunávöxtun sem vel yfir 3,5% viðmiði. Sá árangur ekki bara yfir langtímamarkmiðum stjórnar, heldur sýnir samanburðurinn við aðra lífeyrissjóði að árangurinn samkeppnishæfur. Í rekstri lífeyrissjóðs það ekki síður tryggingafræðileg staða sem skiptir máli, enda meginhlutverk birtu að tryggja sjóðsfélögum, eftirlifandi mökum og börnum lífeyri. Tryggingafræðileg staða birtu neikvæð 6,63% og telst það annað árið í röð af 5 mögulegum þar sem sjóðurinn undir 5% halla. Stjórnin þarf þó ekki og mun ekki leggja til breytingar á samþykktum en minnir haghafa á að við höfum 3 ár til að rétta stöðu sjóðsins af eða koma honum undir tilskilin mörk. Ábyrgð stjórnar og umboðsskylda á hverjum tíma að ástunda sjálfbærni í rekstri sjóðsins. Hluti af því að vera bær að greiða lífeyrir til framtíðar. Það að sjóðurinn beri sig sjálfur. Á síðasta ári samþykktu fulltrúar á ársfundi breytingartillögu stjórnar á réttindaávinnslu til framtíðar. Með tillögunni var brugðist við breyttu mati á lífslíkum þar sem spáð fyrir væntar auknar lífslíkur. Sú aðgerð hefur gert sjóðinn sjálfbærari til framtíðar. En ekki voru gerðar breytingar á áunnum réttindum. Var þar fyrst og fremst horft til lagalegrar óvissu þær leiðir sem lífeyrissjóðirnir höfðu til skoðunar þá. Nú síðan þá hefur fallið dómur í Héraðsdómi Reykjavíkur sem dró síður en svo úr lagalegri óvissu og hefur Hæstaréttur samþykkt málskotsbeiðni og þar með flýti meðferð á málinu. Niðurstaðan í því máli mun hafa fordæmisgildi og almenna þýðingu fyrir túlkun á þeim réttarreglum sem sjóðurinn styðst við þegar lagðar eru til breytingar á lífeyrisréttindum. Gert ráð fyrir því að staða sjóðsins verði endurmetin þegar dómur liggur fyrir. Það þarf ekki að leita langt eða ræða við marga til að skilja að ráðdeild í rekstri og hófsemi skiptir sjóðsfélaga miklu máli. Stjórn og starfsfólk birtu gerir sér fyllilega grein fyrir því að umburðarlyndi fyrir yfirbyggingu og bruðli lítil
þegar kemur að sameiginlegum eignum sjóðsins. Að mati stjórnar rekstur Birtu skynsamlegur og aðhaldssemi einkennir öll útgjöld án þess að skorið sé við nögl. Ráðdeild endurspeglar útgjöld sem eru vel ígrunduð og hafa þau skýran rekstrarlegan tilgang. Unnið samkvæmt rekstraráætlun sem stjórn samþykkir og eru frávik metin ársfjórðungslega. Við gerð og undirbúning rekstraráætlunar leitað hagkvæmra leiða án þess að storka öryggi og gæðum. Á síðasta ári var skrifstofu og stjórnunarkostnaður sem hlutfall af meðalstöðu eigna hjá Birtu 0,15% sem bæði í samræmi við áætlanir sjóðsins og meðal þess lægsta sem þekkist í rekstri lífeyrissjóða. Stöðugt leitað leiða til að auka skilvirkni og viðhalda framleiðniaukningu á milli ára. Á undangengnum árum hefur sjóðurinn tekið stór skref í rafrænum lausnum sem gera sjóðinn aðgengilegri fyrir sjóðsfélaga. Fjölmörg dæmi eru fyrir því í rekstri Birtu að tæknin hafi einfaldað verklag hjá starfsfólki og gert því mögulegt að þjónusta sjóðsfélaga betur en við höfum áður gert. Þannig hefur sjóðurinn svo gott sem viðhaldið sama fjölda stöðugilda frá árinu 2016 þrátt fyrir mikinn vöxt yfir sama tímabil. Tekist hefur að auka framleiðni í þjónustu til muna á milli ára og það fyrst og fremst að þakka starfsfólki sem vinnur að heilindum fyrir sjóðsfélaga í stöðugri leit að hagræðingu í rekstri sjóðsins. Og endingu, kæru sjóðsfélagar, þá það stjórnarstarfið. Það mat stjórnar að starfið á síðasta ári hafi endurspeglað heilbrigða og góða stjórnarhætti sem við leggjum nú í ykkar dóm með framlagningu á ársreikningi og ársskýrslu fyrir rekstrarárið 2023. Með því þakka ég stjórn og starfsfólki sjóðsins fyrir ánægjulegt og árangursríkt samstarf og ykkur sjóðsfélögum fyrir samfylgdina á árinu 2023. Kærar þakkir, Pálmar. Næsti liður á dagskrá kynning og afgreiðsla ársreiknings. Við þó hafa það þannig að það verður kynning en við munum afgreiða ársreikninginn að lokinu umfjöllun tryggingarfræðilega stöðu. Gjörðu svo vel, Ólafur framkvæmdastjóri. Það eru ársreikningarnir. Já, kæru ársfundafulltrúar, sjóðfélagar sem eru á netinu og það eru gestir. Ragnar hefur greinilega aldrei setið fund hjá okkur af því að í áraraðir hefur þetta verið langskemmtilegasti ársfundur lífeyrissjóða á landinu og ég sé það bara á brosinu hjá ykkur að þetta er auðvitað uppskjöruhátíð fyrir okkur starfsmenn og ég þakka fyrir þá sem eru mættir. Þetta eru 100.000 rétthafar, 600 og eitthvað milljarðar og þegar ársreikningurinn lagður fram hérna á borðinu þá þetta auðvitað að sjálfsögðu í samræmi við lög og reglur. Farið yfir þetta af endurskoðanda sem leitar að einhverjum villum og finnur ekki. Ber það undir endurskoðunarnefnd sem að fer líka vel yfir reikninginn, fer yfir skýrslu innri og ytri endurskoðanda og að endingu eru við í samskiptum við fjármálaeftirlitið og mér láðist að segja teljandi vandræði, þau eru í ítrekkuðum samskiptum við okkur og það kemur fyrir að það ekki allt eins og það á að vera. En heilt yfir gæti ég hætt núna og hvatt ykkur til að skrifa undir ársreikninginn ef þið viljið komast heim. En ég ætla að leyfa mér að hafa þetta aðeins lengra. Af því að á borðinu hjá okkur það sem ég veit ekki til þess að hafa verið þýtt og heitir QR-kóði. Og þar getið þið smellt með snjallsímanum ykkar á myndina og þá rennið þið inn á þessa síðu. Ég held að þetta sé iðnaðarmaður, allavega sá sem hægra megin í myndinni. En það þannig að þegar við birtum myndir af starfsfólki þá þurfum við sérstakt leyfi að því að svo lifir skýrslan í mörg ár. Þannig að ég held að ástæðan fyrir því að við notum fyrirsætur einmitt sú staðreynd að við þurfum fólk missir vinnuna eða hættir og þá leiðilegt kannski fyrir það að vera
Já, ég ætla nú kannski ekki að segja meira þessa tilteknu inngrein. En hægra megin efst í myndinni á skjánum eru 2 strik sem að þegar þeir eru komin inn á síman að þá birtist auðvitað skýrslan ekki alveg eins í símanum en yfirlitið sem þá vinstra megin á myndinni sýnir að við erum að birta ykkur skýrslu sem í samræmi við alþjóðlegan staðal sem kallast GRI og ánægjulegt að fylgjast með öðrum sjóðum, elta okkur í því að birta meira en hefðbundna áskýrslu eins og áður var gert, heldur færa okkur yfir í það sem þykir eðlilega í dag að fjalla ekki bara tölur, heldur samfélagið sem við lifum í, umhverfið og setja það í samhengi í einni skýrslu sem þá birt eins og við séum í raun og veru með viðskipta hugmynd. Af því að eitt auðvitað að fylgja lögum og gráa svæðið sýnir það sem okkur bara heimilt að gera, að við eigum að taka á móti iðgjöldum samkvæmt kjarasamningum, ávaxta það í 40 ár og greiða út lífeyri og veita eins góða þjónustu og við getum á þeim tíma. Og við teljum okkur gera það og við getum auðvitað ekki keypt okkur tryggingafélag eða eitthvað annað til að stækka og bæta starfsemina. Þetta bara svo lögboðna skylda sem hvílir á okkur og til þess að rækja hana eins vel og við getum að þá komið því hérna saman og skipið sjóðnum stjórn sem að ræður þá framkvæmdastjóra sem þá efst og skipuleggur sjóðinn. Mér falið að ráða starfsfólk til sjóðsins til þess að sinna þessu og þá hefur við bætt við viðskiptaþróun sem ætlað einmitt að gera þjónustuna og starfsemina betri á næsta ári heldur en á þessu ári. Og til þess að þetta gangi nú smurt og vel fyrir sig að þá leggjum við sérstaklega áherslu á áhættu og reynum að rækta áhættu vitund og menningu innan sjóðsins til þess að lenda ekki reglulega í deilum við eftirlitsaðila eða aðra sem að sjóðnum koma. Og hvernig hefur þetta þá gengið? Af því að það þykir bara við hæfi að viðurkenna þegar eitthvað ekki fullkomlega í lagi. Og við höfum birt ykkur í nokkur ár þá árangursmælikvarða sem að stjórn og starfsfólk hefur sett sér og við erum að birta ykkur þá með aðeins breyttu sniði efst á mynd að þrátt fyrir aukningu og stöðuga endurnýjun í þessi meðal sjóðfélaga þá höfum við ekki og erum ekki aðilar að könnunum sem eru gerðar yfir netið hvar viðhorf sjóðfélaga kannað og hvort að þið séu ánægð með sjóðinn. Það stendur til bóta en græni kallinn sem í þjónustunni hjá okkur, hann í 99% tilfella grænn. Þannig að þjónustan á staðnum góð. Ávöxtun eigna í lagi og hún stenst fyllilega samanburð, en síðasta ár var einfaldlega erfitt. Tryggingastaðan bara eins og hún og við þurfum að rýna hana og eins og formaður kom að og þá þetta dómsmál í gangi og það tekur tíma að bregðast við. Annað einfaldlega á grænu og í lagi og mér langar að gera stuttlega grein fyrir því þá eins og þá staðreynd að nú borga tæplega 21.000 einstaklingar til okkar að jafnaði, virkum sjóðfélögum hefur fjölgað einhver 3% og eignir hafa vaxið töluvert mikið, einhverju hluta vegna þess að iðgjöld að vaxa ein 14% á milli ára hjá okkur. Það einfaldlega að atvinnustig hefur hækkað, laun hafa hækkað og þegar sjóðfélögum fjölga líka þá vex iðgjaldið. Það streymir til okkar iðgjald. Þetta skilaði sér í fyrra með 53 milljörðum í fjárfestingartekjur sem leggjast þá ofan á þessi iðgjöld og ábyrgðin sem felst í því þegar við förum hérna á eftir með fjárfestingarstefnu að finna þessum þá 60 milljörðum farveg í ávöxtun og ráðstöfun til þess að fá ávöxtun upp á 9,2 í fyrra sem að mælist á 1,12% raunávöxtun í miðri mynd undir stóru tölunni 9,22. Það hafa 2 lífeyrissjóðir af þeim sem ég hef séð birt betri ávöxtun en þetta og kannski 3 og við vitum að þessi sjóður hefur á þeim 7 árum sem hann hefur starfað náð markmiðum sínum
og það eru auðvitað bónus þegar við sjáum að sjóðurinn er líka á meðal þess fullkomlega samkeppnishæfur með ávöxtun sem við getum verið stolt af. Við lækka kostnað en við erum líka að greiða út lífeyri til stöðugt vaxandi hóps sjóðfélaga og tryggingastaðan er eins og hún vegna þess að við höfum kannski ekki að fullu brugðist við þeim breyttu lífslíkum sem kynntar voru fyrir 2 árum. En það hefur verið ánægjulegt og það er ánægjulegt að upplifa starfsfólk sem þjónustar á hverju ári og greiðir laun til 17.700 lífeyrisþega sem gerir okkur ef að vinnustaður væri einum bara stærsta launagreiðanda á landinu. Þessi hópur stækkar vegna þess að Birta eins og góð rauðvínsflaska í þeim skilningi vel þroskuð með langa sögu af aðild sem að lifa lengur og þá eru þessar greiðslur verðtryggðar og það leiðir auðvitað til þess að lífeyrisgreiðslur bæði hækka og vaxa umfram iðgjald. Það er kallað lífeyrisbyrði þegar að lífeyrisgreiðslur eru bornar saman við iðgjöld og byrðin einfaldlega aukast vegna þess að það eru stöðugt stærri árgangar að koma á lífeyri og nýliðun þó góð sé og ekki í takt við lífeyrisgreiðslur. Allt þetta auðvitað að sjálfsögðu í ársskýrslunni. En það sem ég langar að koma af því að það og hefur margsýnt sig í könnunum Landssamtakanna á spurningunni hvað það sem að rýrir traust til lífeyrissjóða og það alltaf kostnaður og aftur kostnaður. Við höfum sett okkur það markmið að gera betur en viðmið sem endurspeglar kostnað sjóðsins. Inn í myndinni sjáu þið að 66% af kostnaði Birtu einfaldlega laun og það ekki bara starfsfólk, heldur endurskoðendur og aðrir, þannig að öll þjónusta tekur mið af launum. Og þá erum við með 33% cirka sem má tengja bara við verðlag. Rauða línan sýnir kostnaðarviðmið Birtu sem vísitölu frá því að við mynduðum sjóðinn og gula línan sýnir kostnaðarþróun Birtu yfir sama tímabil. Og þið sjáu að fyrstu 3-4 árin gekk mjög vel að hagræða. Eftir það var það meira krefjandi. En engu að síður hefur okkur tekist á milli ára að finna hér og þar tækifæri til hagræðingar og erum það leiðandi uppsafnað búin að gera árlega hagræða 3,1% sem ekki tínt niður úr hillunni. Þetta eru 250 milljónir sem dreifast á yfir þennan tíma og ég held að línan sýni ágætlega hvar og hvenær það kom. Það tekur tíma að hagræða og stundum þarf að fjárfesta í tækni sem að leiði þá til smávægilegar hækkunar 2018 og 2019 og svo þegar hún framkallar hagræðingu og þá leiðir hún til sparnaðar á móti. Og yfir lengri tíma litið þá erum við að hagræða 3,1% á ári. Þetta höfum við gert frá 2016 með að fækka starfsfólki 3 af því að þegar Birta var til þá voru 31 stöðugildi. Við erum samskiptafletirnir sem skráðir eru orðnir í tölvukerfi að nálgast 20.000 ýmist símtöl, umsóknir á netinu eða heimsóknir á skrifstofu. Heimsóknum fækkar og það þekkið þið og aðgengi netið batnar. Við höfum með öðrum orðum ekki bara lækka kostnað, heldur hafa afköst okkar batnað töluvert á milli ára. Og í einhverjum skilningi erum við að reyna að gera þessa dóttir Birtu að holdgerving þess sem við viljum vera, snjall sjóður hvar starfsfólk og sjóðfélagar geta ýmist afgreitt sig á netinu eða komið á skrifstofuna og þessi texti auðvitað frá starfsfólki, hann ekki frá mér, en hann sýnir það sem við viljum standa fyrir. Við viljum standa fyrir kostnaðar árverkni, við viljum rýna í allan kostnað af því að það sem við trúum að muni auka traust til sjóðsins. Framleiðni aukning, eins og samið var í kjarasamningunum,
þýðir í raun og veru að afköstin eru meiri á milli ára og þegar það reiknað á svona þjóðhagfræðilega að þá það öll tímavinna í landinu með vergri landsframleiðslu sem að fæstir leggja kannski djúpan skilning í. En þegar við tökum á móti iðgjöldum frá 8.500 atvinnurekendum sem að fjölgar 5% á milli ára og við förum úr 4 stöðugildum niður í 3 til þess að sinna innheimtu, þá það í einhverjum skilningi afkasta minnkun, eða það réttar að sagt, það afköst sjóðsins eru lækkuð 25% við því að færa 3 í það sem áður var gert af 4 starfsmönnum. Þetta hefur okkur einfaldlega tekist bara með tæknivæðingu og það sama má segja umsóknir lífeyri, að við erum einfaldlega farin að láta tæknina hjálpa okkur mun meira en áður var gert og við getum vaxið og aukið afköst og það sem gaman að geta sagt frá á sama tíma að við höfum ekki bara hagrætt heldur aukið framleiðni og afköst, þá hefur starfsánægja aukist. Og við erum ekki bara með bestu starfsánægja á meðal lífeyrissjóða, fyrir utan að vera með skemmtilegasta ársfundinn, að þá höfum við ekki bætt við okkur starfsfólki í 7 ár. Ef við bara lítum yfir sviðið, og þá held ég að það sé einsdæmi á meðal þeirra sem við berum okkur saman við og í mörgum öðrum greinum. Við erum farin að borga tilbaka 4,6 milljarða sem skattspor til rennur til samfélagsins og það vex töluvert á milli ára. Sjóðfélagar og lífeyrisþegar eru að greiða til samfélagsins á sama tíma og þeir taka frestuðu neyslu sem fylgir því að taka lífeyri eða fara í starfslok. Þeir eru auðvitað sjálfsögðu ekki neinir þegar, þetta þeirra réttur og þeir hafa lagt til sjóðsins í 40 ár iðgjöld og eru þar alveg að taka bara launin sín tilbaka. Og að lokum, til þess að gera þetta nú kannski að erfiðasta og leiðilegasta dagskrárlið allra tíma. Það flóknasta sem við erum að glíma við í framsetningu á rekstri síðasta árs að gera grein fyrir kolefnisfótsporinu sem að atvinnulífið og við öll virðumst vera sammála og erum sammála að skipti máli. Þátturinn hvernig eigum við að gera þetta. Við höfum setið ótal fundi og það fjöldin allir bæði innanhúss og erlendum aðilum sem að hjálpa okkur við þetta. Og þetta kallað Greenhouse Gas Protocol. Þetta Partnership for Carbon Accounting Financial, skammstafa PIV-CAF og fundirnir ganga meira og minna út á það að finna leið til að mæla kolefnisfótsporið og þetta orðið svo mikið og stórt verkefni að við höfum ekki undan að koma þessu yfir á okkar góðu ylhýri íslensku. En í hnotskurn þá 80% af eignasafni Birtu að losa 72.000 tonn af koltvísýringsígildum. Og hvað finnst okkur það? Það allavega fyrir marga hljómar eins og hátala. Við munum ná utan þetta á næsta ári og þá vonumst við til þess að allt eignasafn innlendasafnsins verði þá að minnsta kosti mælt. En í hnotskurn þýðir þetta það að fjármögnuð losun eins og það heitir sem nýyrði þýðir ekki annað en það að þegar þið komið til sjóðsins og takið 1 milljón að láni að þá kostar það sjóðinn 2 kílógramm eins og stendur þarna í þriðja lið til hægri. Það sem sagt í hvert skipti sem við fjárfestum eða lánum að þá bindum við og skuldbindum okkur í ákveðna losun af því að við erum að ávaxta peninga sjóðsins og það leiðir til losunar og kallast á fjármögnuð losun. Þegar við kaupum ríkisskuldabréf, hvort sem það með landnotkun eða ekki, þá það einhver 3,7 tonn af koltvísýringsígildum fyrir hverja milljón til ríkisins. Þannig ef við ætlum bara að hugsa kolefnisfótsporið þá myndum við auðvitað ekki gera annað en bara lána sjóðfélögum af því að þá væri losunin minni. Það ekki beint endilega það sem skilar ávöxtun til lengri tíma, þannig að þetta bara ný sannindi
og verða hér eftir á hverjum ársfundi þulin upp aftur. Þannig að við getum farið að ræða hvort þetta 73.000 tonn eða 78.000 tonn. Markmiðið og það sem stjórnvöld hafa skuldbundið okkur til að koma þessu niður í 0 og gangi okkur vel með það. En við erum að mista okkur að leggja okkar að mörkum til að skilja það og reyna að komast að niðurstöðu. Nú að endingu, það sem skemmtilegast bæði fyrir mig og aðra sem að koma að þessum sjóði, þá það hagsmunagæslan, þá það samtalið við fulltrúa stéttarfélaga, atvinnurekendur, sjóðfélaga og stjórnvöld og auðvitað starfsfólk. Þessi hagsmunagæsla gekk vel á síðasta ári. Við áttum mjög góða fundi með fulltrúum atvinnurekenda og við áttum marga fundi með þeim á ársfundum síðustu 3-4 vikurnar. Við höfum átt fjölmarga fundi með fulltrúum launamanna og tekist á eigendastefnuna sem við förum aðeins yfir hérna á eftir. Og við auðvitað andæfum og förum á annað hnið þegar stjórnvöld eru annars vegar og stöndum á rétti okkar í hina löppina. Af því að það nóg af embættismönnum sem vilja komast í þennan sjóð og það virkilega gott að sitja og standa hérna með öllum þessum haghöfum, vitandi það að þeir þurfa ekki bara að fara í gegnum mig og stjórn, heldur í gegnum ykkur áður en að stjórnvöld fara að vasast í sjóð sem auðvitað bara kjarasamningsbundinn sjóður í eigu ykkar og engra annarra. Og þetta krefst samtals og það gengur ekki alltaf vel, en hingað til hefur það gert það og þess vegna segi ég enn og aftur, ég trúi ekki öðru en að þessi fundur verði jafn málefnalegur og aðrir ársfundir með afbrigðum skemmtilegur og þakka þar af leiðandi kærlega fyrir mig. Þakka þér fyrir, Ólafur, kærlega. Þegar ég var að byrja hérna að vinna hjá atvinnurekendasamtökum, þá var nýbyrjað að sameina lífeyrissjóði og ef maður horfir til þess svona umhverfi sem var svona upp 1990 að þá 12 lífeyrissjóðir sem var standa að baki þessa lífeyrissjóð sem hér Þannig að eitthvað búið að hægra það og ekki bara í því, minnst að þegar ég til dæmis kom síðast hér á svona þennan ársfund, að þá var búið að nautasteik. Þannig að það bara að hægra það, menn taka þetta til sín og ég fagna því. Það fín mæting. Það eru 62 sem hafa skráð sig inn sem að bara held ég bara mjög gott. En næsta á dagskrá, eins og ég sagði, við ætlum að bíða með að afgreiða ásetninginn, hann Bjarni Guðmundsson, tryggingastærðfræðingur. Hann ætlar að fjalla tryggingafræðilega stöðu samtryggingardeildarinnar. Gjörðu svo vel, Bjarni. Nú, fundarstjóri, góðu fundamenn, þá erum við komin að því sem ég tel nú alltaf vera langskemmtilegasta liðinn á hverjum ársfundi. Það umfjöllun tryggingafræðilega stöðu og ég fekk nú meira að segja leyfi hjá Ólafi til að hafa aðeins fleiri glærur en vant vísu ekki alveg eins margar og mig langaði til. Það var eitthvað að tala að þá væri ég líklega klukkutíma, en ég held að það hefði nú bara verið gott. En við bara leggjum á stað hér og ég ætlaði kannski aðeins áður en við förum að tala tölurnar aðeins að svona setja þessa útreikninga í samhengi. Hvað eiginlega erum við að reikna út og af hverju erum við að því? Og þá held ég sé gott að fara bara aftur í grunninn, þar að segja, rifja upp hvers konar kerfi erum við með á Íslandi í okkar lífeyrissjóðum. Og oft gott að heyra hvað útlendingar hafa að segja, þeir kannski koma með ferska sýn fyrir okkur svolítið. Og það nýlega komin út ágætt skýrsla frá Alþjóða gjaldeyrisjóðnum íslenska lífeyrissjóðakerfið, einkum svona stjórnkerfið. Og þar segja þeir að íslenski lífeyrissjóðir flokkist í það sem heitir sjóðir með skilgreind markmið eða defined ambition eins og það heitir á enskunni. Og það ágætt að hafa þetta í huga að þetta sjóður sem að starfar með alveg ákveðið markmið að leiðarljósi. Og markmið sjóðsins náttúrulega að veita sjóðfélögum lífeyri í samræmi við það sem stendur í samþykktunum. Svo það mikilvægt
réttinda ákvæði samþykktanna eru mikilvæg. Þau eru ekki bara eitthvað sem stendur þarna og við ætlum að breyta svona bara einhvern veginn. Þetta er markmiðið, að standa við þessi fyrirheit sem þarna eru gefin. Nú, það er vissulega þannig að það er ekki ábyrgðaraðili sérstakur að þessum réttindum, eins og er kannski hjá sjóðum bæjarfélaga og LSR, gamla LSR. En það breytir ekki því að markmiðin eru þarna. Og hvernig er þetta nú þá tryggt? Jú, það er akkúrat með eignasafni sjóðsins að þetta er tryggt. Og þar gildir það að öll réttindi eiga sama tilkall til eignanna. Og eignin sem sjóðfélagin fær fyrir að afhenda sjóðnum iðgjaldið til varðveislu, að það er þetta fyrirheit réttindi. Það er ekki einhver tiltekin peningasumma, heldur fyrirheit að fá greiddan lífeyri seinna. Og sjóðurinn, hann náttúrulega til þess að hann geti staðið við þetta allt saman, þá verður hann auðvitað leitast við það að hafa réttindakerfið þannig að hann geti uppfyllt það. Og það var einmitt það sem var gert hér á síðasta ársfundi. Þá breyttum við réttindakerfinu, það er að segja frá þeim tíma, ekki aftur í tíman. Við viljum gjarnan að fólk geti treyst í að það sem að sjóðurinn hefur sagt lífeyrisréttindi að það standi. En fram í tíman þá þurfum við að sjá til þess að það sé jafnvægi milli verðmætis iðgjaldanna og réttindanna. Og þegar við erum búin að hugleiða þetta hvernig sjóðurinn hvernig hann er gerður og hvernig hann er settur upp, þá kannski verða þessir útreikningar svona skiljanlegri og við fáum betri skilning á því til hvers við erum að þeim og hvað þeir geta sagt okkur. Það sem þeir eiga að segja okkur er bara að svara þessari spurningu: er líklegt að við getum staðið við þessi lífeyrisloforð sem við höfum gefið og þau sem við erum að gefa? Það er tilgangur. Þetta er ekki þannig að við reiknum út eitthvað fyrir hvert sjóðfélaga sem þýði þetta nákvæmlega er þín eign í sjóðnum eða eitthvað þannig. Til þess eru reikningarnir ekki hæfir. Fyrir hvern einstakan sjóðfélaga þá hefur þessi útreikningur voðalega svona litla þýðingu eiginlega. Vegna þess að ævi fólks er jú gríðarlega breytileg ef við tökum bara einhvern einstakling, en hins vegar ef við horfum á sjóðinn og svona stóran hóp, þá getum við vissulega reiknað með tölverðri vissu eða svona haft góða tilfinningu fyrir því að útreikningarnir muni standast. Og grunnurinn af því að þessum útreikningi, hann byrjar alltaf einmitt í þessum að horfa á hvaða réttindum höfum við lofað eða gefið fyrirheit Við byrjum þar og svo reynum við bara að finna það besta reiknilíkan sem við höfum völ á til þess að meta hvað þetta verði mikla greiðslur fyrir allan hópinn. Og sem sagt fyrir einstaklingin þá segir þetta okkur rosalega lítið af því að óvissan fyrir hvern einstakling er rosalega mikil, en ef við erum með svona stóran hóp eins og Birtu þá getum við fengið einhverja trausta og góða niðurstöðu út. Og þegar við erum búin að reikna þetta fyrir allan hópinn hversu mikið verði greitt út af lífeyri í samræmi við þessi lífeyrisloforð sem við höfum gefið, þá tökum við eitt snúning á endanum sem er það að finna út hvað þyrftum við nú eiga mikið af peningum akkurat núna til þess að geta borgað þetta í framtíðinni ef að ávöxtunin verður 3,5% umfram hækkun verðlags. Þannig að það er best að hafa alltaf þetta markmið í huga, sem sagt, til hvers erum við að þessu? Jú, við ætlum að fá góða tilfinningu fyrir því hvort að sjóðurinn muni geta staðið við sín loforð og þess vegna getur það verið satt þannig þó við fáum einhverja niðurstöðu sem er ekki alveg nákvæmlega jafnvægi milli eigna og skuldbindinga, þá þurfum við kannski ekki að hafa áhyggjur af því. Eignamarkaði þeir fara jú svolítið upp og niður og þetta getur nú svona hreyfst til og frá, en við viljum alltaf hins vegar ekki
fá niðurstöðu sem með svo miklum halla að við svona höfum ekki trú á því að þetta verði unnið upp á stuttum tíma. Og svo líka þurfum við kannski svolítið að horfa til þess með lífeyrissjóðinn. Er hann að greiða út mikið af lífeyrið, er þetta sjóður sem ekki að borga nema eitthvað lítilræði ennþá, og það hefur líka áhrif á það hversu mikil frávik við viljum leyfa þarna. Nú eftir þennan inngang þá bara snúum við okkur hér að hefðbundnum störfum, það er að segja, að horfa á þessa ágætu mynd hér. Ég vona að þetta sé nú læsilegt aftan úr sal. En þarna fellum við í eina litla mynd, svona heildarmynd af eignum og skuldbindingum. Við erum þarna með 3 dálka og efri helming og neðri helming. Lengst til vinstri uppi höfum við eignaliðina og þar er einhver óskup af milljörðum, 599 milljarðar ekki satt, sem við erum með þar á eignaliðinni. Og svo erum við þarna með sérstaka viðbótartölu sem heitir endurmat, og hún er núna búin að breyta formerki frá því við vorum hér í fyrra. Þá vorum við með tölu sem var mínus, nú man ég ekki alveg hvað, mínus 5 milljarðar kannski eða eitthvað svoleiðis, og núna erum við komin upp í pluss 6. Og þetta gerir það að verkum, endurmatið, það er hvað? Jú, eins og ég sagði áðan, þegar við erum að meta stöðu sjóðsins, þá erum við alltaf að velta fyrir okkur hvað þurfum við að eiga mikið ef við fáum 3,5% vexti. En ef það er nú þannig að við eigum skuldabréf sem eru með meira en 3,5% vöxtum, þá fáum við að taka það inn í útreikningin sem pluss. Og eins ef við erum með skuldabréf sem bera minna en 3,5% vexti, þá draugum við það frá. Og núna með hækkandi vaxtastigið þá er það orðið þannig að það er meira af bréfum sem er með vexti umfram 3,5% eða 6% ef þau eru óverðtryggð. Og það kemur þá inn þarna sem plústala, og það gerir það að verkum að í rauninni svona frá sjónarhóli tryggingastærðfræðinnar þá var ávöxtunin töluvert betri en þetta 1,12% sem við töluðum áðan. Þá erum væntanlega 3,eitthvað. Og á móti þessu höfum við lífeyrisfyrirheit sem búið er að gefa. Það eru þá annars vegar lífeyrisþegar og fólk sem á bara geymdan rétt í sjóðnum og bíður eftir að fara á lífeyri einhvern tíma síðar. Og það er dálítill halli hjá okkur á þessum útreikningi. Það er að segja á þessu sem við köllum áfallin staða. Það er búið að gefa fyrirheit meiri lífeyrisgreiðslur heldur en eignirnar eru akkurat núna. Og þetta er svona, í rauninni hefur þetta ekki mikið breyst frá því í fyrra. Og ég myndi nú svona að segja kannski svona heilt yfir þetta árið 2023. Árið 2022 var náttúrulega mjög slæmt. Það var annars vegar var ávöxtun ekki góð og hins vegar komu þessar nýju forsendur lífslíkur. En núna á þessu árið þá getum við nú sagt að sjóðurinn hafi svona nokkurn veginn bara haldið sinni stöðu, getum við sagt. Aftur á móti verðmæti iðgjaldanna sem núverandi sjóðfélagar eigi eftir að borga og síðan þau réttindi sem við ætlum að gefa þeim fyrirheitum fyrir þessi iðgjöld. Og þar sjáum við að við erum komin með aftur fínt jafnvægi eftir breytingarnar í fyrra, og það er þá það sem að sjóðnum ber eiginlega skylda til að gera á hverjum tíma, að passa upp á það að réttindakerfið sé í jafnvægi. Og það er svona eitt af því sem fjármálaeftirlitið er gjarnan að horfa á, hvort að þessi staða sé eins og við viljum, hann sé í jafnvægi. Þannig að ég myndi segja að árið 2023, það er svona kannski svolítið svona bara heldur í horfinu með það sem var í árslok 2022, og kannski svona á þetta bara eftir aðeins að ráðast hvað verður með framtíðina. Það er náttúrulega annars vegar hvernig ávöxtunin verður, og svo eins og formaður kom inn á hér áðan, það er náttúrulega ákveðin óvissa það hvernig má breyta þegar áunnum réttindum. Hefðin hefur verið sú að við segjum bara í sjóðum eins og þessum, þar að sjóðum með skilgreind markmið, að þar eru öll réttindi rétthá og það eru allir eitt fyrir alla og allir fyrir einn, og þess vegna hafa réttindi bara verið, þeim hefur alltaf verið breytt bara hlutfallslega.
þar til í fyrra. Þá komu fram dæmi annað. En þetta þá bara eitthvað sem á eftir að koma í ljós svona hvað bæði leyfilegt að gera og hvað stjórn telur rétt að gera. Nú svo eigum við hér eina glæru eftir, eingöngu, sem svona, þá reynum við að sjá hvernig fórum við frá stöðunni í fyrra yfir í stöðuna núna. Og sem dálkurinn til hægri, það staðan frá því í fyrra. Við sjáum þar enduðum við í 593 milljörðum í mati á skuldbindingum og það upphafstalan okkar í 2023 og það hækkar af því að þetta náttúrulega allt verðtryggð réttindi, þannig að þetta hækkar hækkun vísitölunar sem var nú einhver 8% eða eitthvað úr 560,9 í 605,8 og þar að auki að þá erum við alltaf að gefa okkur það að við náum þessum 3,5% vöxtum umfram verðbólguna og af því að þessar greiðslur hafa færst einu ári nær okkur í tíma að þá þurfum við líka að bæta þessum 3,5% vöxtum þarna við. Nú síðan hefur fólk greitt meiri iðgjöld til sjóðsins og þau skapa ný réttindi upp á 22,6 milljarða. Aftur á móti lækkar skuldbindingin vegna greidds lífeyris sem þá 19,2 milljarðar og svo þá eitthvað 1,6 milljarður sem eitthvað sem hefur farið örlítið verr heldur en reikniforsendurnar sögðu og reyndar það nú, getum við sagt, kannski 1 milljarður af því hefði átt að vera inni í tölunni í fyrra. Þannig að þetta svona kannski 0,6 milljarður sem að bætast í plús hjá okkur núna, svona sem þá svipuð stærðargráða eins og frávikið var í fyrra. Og nú, ég sem sagt fékk ekki að hafa fleiri glærur fyrir ykkur, þannig að ég verð bara að þakka fyrir mig hér. Þakka kærlega fyrir, Bjarni. Þetta var bara einstaklega áhrifanlegt og upplýsandi og við sem að höfum hlustað á tryggingafræðilega úttekt að þetta var mjög vel gert og við bjóðum hana upp á umræður rauninni alla þá liði sem þegar hefur verið farið yfir og munum að loknum umræðum vera ásetningin undir fundamenn. Þannig að þeir sem að óska eftir því að taka þetta máls vinsamlegast gefi merki. Gerðu svo vel. Þú ætlar að fá að koma hér upp, skilst mér. Og kveðið hljóðs. Það var að reyna þess að tekníka. Já. En Ingi heiti ég og Ingi Stefán Ólafsson. Mér langar bara aðeins að standa til hliðar til að byrja með það því að þú opnaðir umræðina hjá okkur mynd sem var á vefnum og það var kannski ekki atvinnumaður en því hann var í gallabuxum. En það má færa rök fyrir því því ég er gallabuxum. Ég nálgist að vera atvinnumaður í að koma upp. Já, menn það. Þannig að við erum eiginlega að skjóta þetta svolítið niður. En þetta var svolítið á léttilótunum af því að allir að vera skemmtilegir í dag. Þú ætlar að fá að tengja þína tölvu hér við. Já. Og þessi snúra, hún liggur mín megin. Ég bara svo vitið það að ef þú ferðir á tíma þá... Já, klippum við á Það mátti reyna það, en Þú ætlar að vera gagnorður? Ég ætla að vera gagnorður. Það náttúrulega tæknir að stríða okkur eða hvað. Ekki kemur neitt á skjáinn. Þó við höfum prófað þetta áðan. Tæknilega aðstoð á leiðinni. Tæknilega aðstoð á leiðinni. En ég tók aðeins saman og þeir var að rýna reikningin Hann ætlar að koma og hjálpa okkur og laga þetta sem hann gerði fyrir okkur áðan. Að That's best. Það gott og vel, við allavega að byrja þegar tæknir að steyða okkur við fáum þetta ekki í lag. En
sem sagt, fyrir það fyrsta, og setjum myndirna og get ég bara lesið á tölvunni hérna hjá mér. Þetta er svona. Ég held að hann sé búinn að klippa á snúruna bara strax, hann líst ekkert á þetta. En hérna, takk, kemur þetta, takk fyrir. Þetta er svolítið ekki að fá þetta... Nei, þetta er allt til þetta náðulegur svona. Þetta er östuð bara. Ég renda þessi fyrir yfgjöldin og það Óli fór yfir það hérna áðan og hérna ég sá að yfgjöldin hafa aukist 13% frá fyrra ári og maður svona spyr sig aðeins að því og hann kom líka inn á að fjöldi sjóðfélaga sem eru komið í sjóðinu bara 3%. Og móti er 19% aukning í því að vera borg út úr sjóðnum og með þetta hlutfall ekki vera okkur hagfellt og hérna vildi svona benda á þetta. Við líka heyrum að það eru lífeyrissjóðir að auglýsa í ljósvakamiðlum og kynna sig og svona. Ég hef ekkert heyrt neitt frá Birtu. Þannig ég vildi svona benda aðeins á þetta misræmi og þetta kannski til langstíma er ekki gott og þá voru að sýna hérna framtíðarskuldbindingu að hún hérna heldur okkur svolítið uppi. Og að sjá. Ég tók þetta þessu hérna og kannski með spurningu í þessu að eins og við sjáum að það var í sjóðnum hérna bara 8,8% og stjórnunarkostnaður hérna, hann er hækkað með 8,8% á milli ára. Það var búið að tala hagræðingu hérna við okkur. Ég set líka spurningamerki og vildi fá skýringu hérna við rekstur húsnæðis sem er hækkað með 21%. Svona koma upp í hugan, hvað er það? Er það mikla í húsnæðinu eða þurft að laga eða gera eitthvað? Þannig að Óli kannski svara því fyrir okkur eftir hvers vegna þetta er að hækka svona mikið. Ég hef talað líka fyrir því og spurt af hverju erum við Landssambandur lífeyrissjóða? Hvað ávinningur er fyrir okkur að vera þar? Vegna þess að það er ekkert allir lífeyrissjóður sem eru þar. Við skoðum aðeins á netinu og vildum sjá hvernig rekstur Landssambands lífeyrissjóða væri. Það er ekkert. Við fundum ekkert sem sýnir einhver ársskýrslu eða hvernig þetta gengur eða út á hvað þetta gengur. Þannig að það var svolítið í myrkrinu fyrir okkur og stóru og miklu lífeyrissjóður er ekkert þarna. Er kannski kominn tími til að hagræða og hætta þessu. Ég bara spyr Og síðan voru stöðugildin á milli ára, þau eru búin að hækka 2. Þetta er í skýrslunni. Þó annað hafa komið fram hérna í umræðinu áðan. Spurning hérna laun og í stjórnendakostnaði, það er komið fram að það var skilmerkilegt, en það inni í því eru laun annars staðar frá sem að tengjast sjóðunum á einn eða annan hátt einhvern veginn. Og það er framkvæmdastjóri með eitthvað á forstöðumaður eignasviðs, nærri 4 milljónir. Maður hefði gjarnan viljað sjá í skýringum hvaðan er þetta að koma? Fyrir hvað er þetta? Þetta er örugglega ekkert leyndarmál og bara ég er að benda á að því við viljum hafa upplýsingagjöfuna góða og við erum hérna til að rýna þetta saman og þetta er sjóðurinn okkar. Þannig að ég hnautum þetta. Í skýrslustjórnar stendur þessi texti hérna og hann fór yfir það tryggingastarfræðingurinn okkar hérna áðan og ég er að velta fyrir mér áfallingsskuldbindingin neikvæð 10,6%. Þannig að sjóðurinn á ekki fyrir skuldbindingum. Og þegar þetta er komið yfir 10%, það er rauninni framtíðarskuldbindingin sem er að laga þetta hjá okkur. Og mér finnst þetta bara eiginlega ekki ásættanlegt, ef ég segi bara alveg eins og er. Og mér langar að spyrja tryggingastarfræðinginn, ef að við hefum ekki breytt réttindunum á síðasta fundi, hvernig liti þetta þá út? Væri það verra eða betra? Til dæmis ef þetta væri verra og við erum kannski rekin tilbaka með þetta, ekki rekin tilbaka ef að úrskurður í Hæstarétti væri á þann veg að við erum afturauka með þetta. Og 10,6% finnst mér bara langt frá því að vera ásættanlegt. Ég hef talað fyrir því lengi og bent á að mun gera undir önnur mál. Mér finnst þetta bara að vera 0. Réttindin okkar eru bara réttindi. Það er einhver að borga þessi 10%. Það er alveg deginum ljósara. Þó að ég sé að fara á lífeyri bara
handæfihornið, þá mun ég njóta ávinningsins, en ég er samt að tala þetta. Vegna þess að mér finnst þetta ekki rétt. Ég vona að þetta sé svona nokkuð skýrt þessar spurningar hérna. Ég betur að hafa tölvuna þannig að sé hægt að Það eru fleiri glæri hérna fyrir aftan. Já, látum. Og hann hitt ekki bara tölvan þegar og búin að fara í gegnum þetta niður þessum. Þetta var gagnort. Ólafur Sigurðsson gjör svo vel og tekur fyrsta ring hérna að svara. Þetta er nú hérna aldeilis. Er þetta ekki fyrsta? Það er 3% aukning í virkum sjóðfélögum er mjög ásættanlegt. Ég held að það sé aðeins meira en atvinnumarkaðurinn er að vaxa í fyrra. Og það helgast af því að vera auðvitað margir hjá okkur í ferðaþjónustu í gegnum Matís, sem er að þá ekki bara fá vinnu heldur að bæta við sig. Og 13% er þá meira og minna launatengt og væntanlega hærra atvinnustig. Og það er bara heilbrigt. Kúnstin við að láta þennan sjóð vaksa umfram kjarasamningsbundna aðild er að höfða til þeirra sem eru, hafi ekki aðildarskyldu að lífeyrissjóðum og flestir þeirra fara í þá sem eru stundum kallaðir hinir frjálsu sjóðir og einn þeirra er með bundin séreign í frjálsa lífeyrissjóðunum. Við erum bara ekki með þannig kerfi, þannig að við höfum sætt okkur við þetta og hitt er bara þroskamerki. Sjóðurinn er eins og Ragnar bent okkur á, 12 grunnsjóðir frá 50 eitthvað til 69. Þar á milli eru svo sjóðir sem voru sameinaðir og hétu Stafir og sameinaði lífeyrissjóðunum margt, þannig að það eru eiginlega 16 sjóðir í farteskinu og rétturinn er bara ríkur og það er ánægjulegt. Það væri auðvitað frábært ef við værum 20 ára og það væru rosalega margir að greiða til okkur og enginn kominn með lífeyri, en það er í raun og veru bara eðli lífeyrissjóður sem er að verða bráðum, hann stofnaði 39, þannig að hann er að verða hvað? Hann nálgast nýræðis aldurinn, að þetta er bara. Nú ef allir fara út af þessu, þá gæti orðið bara töluverð eign fyrir þá sem eftir sitja, en það breytir auðvitað myndinni. Ég get ekki skýrt þetta öðruvísi og ég held að þetta sé, það var mikil verðbólga í fyrra og það verður áskorun að greiða út verðtryggðan lífeyri í mjög mikilli verðbólgu þegar að eignir eru, verðtryggðar eignir, þeim fer fækkandi. 8,8% eða eins og sýnt er þarna, þetta er rétthæflega 500 milljónir upp í 540 og stöðugildum fjölgar úr, hvað er þetta ekki, tæplega 27. Þetta eru 2 stöðugildi og auðvitað hefur það ekki verið tekið með sældinni að hagræða, þannig að stundum eru við kannski að skera aðeins svo mikið úr og eru þá að fara úr 31 minnst niður í 26,5 stöðugildi og bættum þá við okkur í fyrra og mér sýnist nú bara að það sé eiginlega hækkunin. Að 500 milljónir deilt með 27 er einhvers staðar kringum 19 milljónir og hækkunin er hérna 40, það er einhver hækkun líka bara vegna kjarasamninga. Þannig að þetta skýrist eiginlega bara af stöðugildisaukningunni. En svo koma þau ekki öll inn alveg á sama tíma, en stöðugildi eru mánuðir deilt með 12. Þannig að það er ekki mikla í Sundabóanum, en við gerðum breytingar á eignarhaldi og keyptum 3 hæðir út úr eignarhaldsfélagi sem við eigum hlutdeild í og vorum með leigusamning fyrir 4. hæðina sem okkur ekki tekist að endurleigja. Og það skýrir hækkunin á milli ára. Við vorum búin að gera ráð fyrir því að okkur tækist að endurleigja hana, en það skýrir hækkunina. Það er engin verðbólga í rekstri húsnæðis hjá okkur umfram það sem við sögðum. Ég hef ekki eitthvað sterka skoðun á Landssamtökunum, en það getur verið mjög mikill kostur þegar þarf að gæta hagsmuna lífeyrissjóðanna sem einnar heildar að vera með Landssamtökin þar sem að hefur skipast ágætlega í stjórn og Jakob Tryggvason situr núna í stjórn Landssamtakanna fyrir okkar hönd og hann hlýtur að koma því bara beint til Þóreyjar að ef ársreikningurinn er ekki á netinu að þá
það auðvitað ekki til fyrirmyndar. Þetta eru Landssamtök allra lífeyrissjóða auðvitað eiga reikningarnir að vera, ég bara trúi því ekki, ég trúi því bara ekki að hann sé ekki það sko. En gott og vel. Ég get auðvitað og ekki rétti maðurinn til þess að tala hækkunum á mínum eigin launum, það ákvörðun stjórnar. En ég hef sem sagt gegnt formennsku í nefnd fjárfestingarumhverfi lífeyrissjóða hjá Landssamtökunum og þessum vinsamlegu tilmælum verður bara tekið og við útlistum hvaðan þessar tekjur eru. Sofía hefur setið í eignarhaldsfélögum sem að gæta okkar hagsmuna. Bláa lónið í eigu margra lífeyrissjóða og samanskapi eigu í Bakka og þar þiggur hún laun eins og aðrir stjórnarmenn en er hún þá að vinna fyrir hagsmuni annarra. Og ég skal bara koma þessu til skila og þetta bara fín ábending. Það ekkert verið að reyna að fela neitt, en það leiðilegt að þessi laun mín, af því að það stendur nú þarna fyrir ofan í textanum, svo sem nefndir og annað þess áttar. Og þetta þá þau laun sem ég þigg fyrir að stýra þessari nefnd á vegum Landssamtakanna. Og hvað var, auðvitað bara treysti ég á Bjarna í þessu, en bara svo að það sé skýrt að í ársreikningnum þar sem talað eign umfram skuldbindingar framtíðareign og eins og þið vitið öll að þá núvirðu við framtíðariðgjöld sem að munu væntanlega berast til okkar og núvirðu þeirra hærra heldur en sá réttur sem að iðgjöldin mynda og það kallast að vera minnst okkur réttu megin við strikið að til framtíðar eru við sjálfbær en við höfum ekki bitið úr nálinni með þar aukningu á lífslíkur sem voru kynntar hérna í lok árs 2021 en ég sé að Bjarni að bíða eftir að koma mér úr púlti og ég vona að þetta svari allavega þessum spurningum og svo Jakob líka. Ég held ég hafi nú bara fengið eina spurningu þar að segja hvort að væri ef ekkert hefði verið gert í fyrra hvort að staðan væri ekki verri núna, jú, hún væri það vissulega en svona eins og held ég að sé engin hætta á því að birta verði gerð afturreka með sínar samþykktabreitingar vegna þess að þær voru bara einfaldlega í samræmi við samþykkti sjóðsins og ekki með neitt öðrum hætti en verið hefur. Og svo vil ég aðeins kannski segja sko varðandi þetta hugmynd að bara núllstilla alltaf á hverju ári, það finnst mér vera smá misskilningur á eðli kerfisins. Þetta langtíma hugsun sem við erum með hér. Og það getur vel verið að við færum, sko við ætlum alltaf að fara að núllstilla þegar að sjóðurinn í pluss mínus 1-2%, þá varum við að hræra í greiðslum til lífeyrisþega og bara alveg að óþörfu í rauninni. En vissulega 10% halli töluvert og ég viss það að stjórnin hefur það í huga að menn vilja ekki hafa og myndu þá vilja sjá einhverja breytingu á því kannski á þessu ári skiljiði ef að það yrði ekki. Og svo kannski þurfum við líka að hafa í huga, við erum að tala að þið eru að greiða út þarna einhvern lífeyri upp á 20 milljarða. Ef hann 10% á ár, jú, það eru 2 milljarðar vissulega. En þetta auðvitað einhvern veginn þannig að á mannsævinni þá á maður eftir að upplifa margar sveiflur ábyggilega á eignamörkuðunum. Og þeir fara upp og þeir fara niður og þetta svona, maður bara heldur maður að líta þannig á að þetta svona langtíma áhættu samfélag sem maður í og samlag og það verður kannski geta orðið plúsar og mínusar svolítið á því svona til og frá en bara auðvitað má það ekki verða svo mikið að við sjáum að þetta mun náum aldrei að vinna þetta upp þannig að þá verða maður að grípa til að gera það en ekki sem sagt þannig ég held að maður kannski að vera nú veit ég ekki, vísu veit ég ekkert vil ég taka fram, ég veit ekkert það hvernig maður stýrir olíuskipum en ég hugsa þann ef maður væri að stýra olíuskipi til hafnar þá myndi maður ekki vera að rétta kúrsinn af svona við hverja smá öldu heldur bara svona hafa nokkurn veginn rétta stefnu. Það eru fleiri sem hafa óskað eftir því að gera svo vel, Jakob, gera svo vel. Við komum alltaf alveg frá líkinina. Já. Ég get verið uppfyllingarefni með aftengjum og tengjum, sko. Herðu, bara örlítið af því að eins og Ólafi nefndi á og þá ég í stjórn Landssamtaka lífeyrissjóða. Það var fínt að bara aðeins að koma með smá innsýn í það starf.
fyrst að tala hækkunna, árgjöld eða greiðslu til Landssamtaka lífeyrissjóða byggjast á því. Það búið sett í starfsáætlun, á hana sett krónutala, seinasti ásetningur gerir ráð fyrir 140 milljónum. Það eitt fast árgjald sem ég man ekki hvort það 450-500 skall per sjóð sem óumsemjanlegt og restina síðan deilt niður í hlutfallslegri stærð miðað við sjóðinn. Þannig að stækkandi sjóður greiðir aðeins meira. Verðmætið þess að vera í Landssamtökum lífeyrissjóða klárlega ekki hafin yfir það að við gaggrínum og við eigum að gera það og við eigum helst að rífast þetta og virkja batterið betur. Alltaf til í það. Þarna engu að síður líka þetta faglega samstarf, samráð sem að þá hallar ekki á það sem að mögulega samkeppniseftirlit og fleiri myndu að hafa áhyggjur af. Þarna eru nefndastörfin, þarna eru samskipti við og umsagnir gagnvart ríkinu, samskipti og samspil við Tryggingastofnun. Nú eru nýju löginum sem við erum að breyta kringum örorkuna, það mun reyna á starfsemi og nefndir innan Landssamtakanna. Það fullt af þessu neðanjarðarstarfi sem við kannski sjáum ekki dagstaglega sem fer þar fram. Hvað meira? Já, fullt af sjóðum sem ekki þarna inni. Ég veit ekki betur en að það séu allir nema 1 eða 2. Allir stóri sjóðir eru þarna inni. Ég held að séu tannlæknar. Ég bara bókstaflega séu eini sjóðurinn sem stendur fyrir utan. En allir aðrir eru þarna inni í samstarfinu. Já, ég veit það. Og svo ætla ég að enda á því. Ásetningurinn þarna á netinu. Það var handvömm af því að hann var splittað frá á skýrslunni á seinasta ári. Það kom tölvuprófs frá Viðari. Ég brosti við honum og bentum á þetta og hann var kominn inn einhverjum dögum eftir það. Mögulega gæti að gleymt að svara Viðari hins vegar. Þannig að ég horfi stíft í augun honum núna meðan ég segi þetta sko. En hann þarna inni núna. Þannig að ekki mótalega tilbúnir og ég get skipt yfir. Sem nú ertu með presenter og Jón uppi sem gamall tæknimaður, þá þarf ég að fá að skipta mér að þessu líka. Já, hvernig kann ég ekki á þetta kerfi? Prófa að bara taka presentið af og allt það. Já, byrjum við. Hvað þetta með skrín? Hvað segirðu? Já. Ársreikningurinn var inn í starfsskýrslu áður og núna áður. Akkurat. Og það gleymdist að setja hann á netið af því að hann var orðinn aðgreindur. Það ekki bara að gera þetta svona og fara bara á þetta svona. Dugar það? Þurfið þið presenter? Jú, Ok. Já, fleiri sem vilja taka þetta máls undir þessum liðum. Gjörðu svo vel, Georg. Muni að kynna sig. Já, fundarstjóri ágætu félagsmenn. Georg Páll Skúlason heiti ég og formaður Grafi og fulltrúi launamann á fundinum. Ég vil hrósa stjórninni fyrir vinnunni störf á árinu, árangur í fjárfestingunum. Við vitum að þetta hefur verið mjög erfið árferði og eins og farið var yfir í skýrslu stjórnar að þá var útlitið ekki gott þegar menn voru á síðasta ársfundi og náttúrulega ávöxtunin ekki eins og við vildum þá. Þannig að ná þeim viðsnúningi held ég að það sé bara alveg sjálfsagt mál að hrósa fólki fyrir. Ég formaður valnefndar launamanna og vil nota tækifæri líka hérna á þessum fundi að hvetja sjóðfélaga sem eru okkar megin að ígrunda það að það er mjög mikilvægt að sitja í stjórn sjóðsins. Við auglýsum eftir stjórnarmönnum á hverju ári og kjósum síðan meðal sjóðfélaga sem að bjóða sig fram og standast þær kröfur sem að gerðar eru inn í stjórn. Þannig að bara ítrekka það er gríðarlega mikilvægt að taka það alvarlega. Það er gríðarlegir hagsmunir í húfi og við sjáum það hvað við reiðum okkur á að fólk stýri olíuskipinu eða skútunni eftir atvikum og Óli á nú alveg sinn þátt í því að hafa skemmtilega ársfundi. Takk fyrir það. Takk Georg. Fleiri sem að vilja taka þetta máls undir þessum lið? Og svo ekki þá ber ég ásetningin sem að kynntur hér undir atkvæði og bið þá sem að samþykkja að gefa merki. Þeir sem að, hann er bara, segjum að segja afgreiddur með öllum einhverja móti, afgreiddur og samþykktur með öllum greiddum atkvæðum.
Þá komið að liðnum fjárfestingarstefna sjóðsins. Það gert ráð fyrir samþykktunum að það sé gerð grein fyrir fjárfestingarstefnunni hér á ársfundinum og við biðjum Sofíu Gunnarsdóttur, forstöðumann eignastýringarsviðs, að koma hér upp og gera grein fyrir. Gjörðu svo vel. Góðan daginn, kæru sjóðfélagar og aðrir fundagestir. Ég heiti Sofía og forstöðumaður eignastýringarsviðs Birtu. Nú rétt eins og síðastliðin ár ætla ég að fara yfir nokkur atriði sem tengjast eignasafni sjóðsins í árslok 2023 og þau veigamestu eru eða varða ávöxtun helstu eignaflokka og hlutfallslega skiptingu þeirra, þá annars vegar í samtryggingadeildinni stóru og hins vegar í séreign og tilgreindri séreign. Já, ég mun einnig tæpa á fjárfestingarstefnu sjóðsins sem var samþykkt af stjórn Birtu í lok nóvember síðastliðnum en að ræða markmiðssetningu eignasafnsins fyrir þá þetta ár, það 2024 og ber að kynna á ársfundi sjóðsins. Í lokin mun ég segja ykkur stuttlega frá því hverju sjóðurinn hefur verið að vinna að undanfarin misseri í tengslum við málaflokkinn ábyrgar fjárfestingar. Ég sá að Óli stal þessu nú af mér en ég mun fara mun ítarlega í þessi mál. Þannig að þið getið beðið spennt. En eins og alltaf þá hvet ég ykkur til að kynna ykkur skýrsluna okkar og ársreikningin sem hefur að geyma ítarlegri upplýsingar eignasafnið en ég svo sem að fara yfir hér. Nú ef að við byrjum bara á ávöxtun og skiptingu eignasafnsins fyrir þá tryggingadeildina, þá eins og þegar hefur komið fram aðeins léttara yfir síðasta ári ávöxtunarlega séð heldur en árinu 2022. Engu að síður var krefjandi ár að ræða, sér í lagi í ljósi vaxandi verðbólgu og áframhaldandi hækkun á vöxtum, svo ekki sé minnst á stríðsátök utan landsteina okkar sem betur fer, en við fengum okkar skammt hins vegar af jarðhræringum á Reykjanesinu sem ekki ennþá farið að sjá fyrir endan á. Nú þrátt fyrir allt skilaði eignasafn samtryggingar jákvæðri nafnávöxtun upp á 9,3% sem samsvarar 1,2% raunávöxtun en verðbólga síðasta árs mældist tæplega 8% eða nánar tiltekið 7,7%. Til samanburðar má þess geta að raunávöxtun íslenska lífeyriskerfisins var 0,5% að meðaltali yfir árið 2023. Þá voru hreinar tekjur af fjárfestingum samtryggingar 51,6 milljarður króna en að meðaltali hefur deildin skilað 4% raunávöxtun ef horft bæði 5 og 10 ár aftur í tímann. Nú hér sjáum við nafn og raunávöxtun helstu eignaflokka samtryggingadeildar. Einungis 2 eignaflokkar skiluðu neikvæðri raunávöxtun en það eru innlend hlutabréf og sérhæfðar fjárfestingar. En sá síðarnefndi flokkur eða hann samanstendur af óskráðum eignum og sjóðum þar sem verðmyndun eigna á sér ekki stað daglega eða á sér ekki stað sem sagt á markaði. Þannig að
það má segja að verðmyndun hans sé tregbreytanlegri og ég veit ekki hvort þið muni það en þetta er sá eignaflokkur sem að hélt kannski að einhverju leyti uppi okkar ávöxtun í fyrra. Sá eignaflokkur sem gaf bestu ávöxtuna á árinu 2023 var skuldabréf fyrirtækja en hann skilaði 14,4% nafnávöxtun sem samsvarar þá 5,9% raunávöxtun. Nú ef við förum aðeins ítarlegar ofan í ávöxtunartölurnar og hvaðan þær eru nákvæmlega að koma og hvað þær hljóða í krónum talið, að þá sjáum við hér að nafn og þá sjáum við á þessari glæru hvert í rauninni framlag hvers og eins eignaflokks til heildar ávöxtunar í tryggingadeild Birtu í milljónum króna. Sem dæmi að þá var framlag erlendra hlutabréfa rúmlega 22,3 milljarðar króna en þetta hlutfallslega stærsti eignaflokkur safnsins eða tæplega 170 milljarðar króna í árslok eða miðað við árslok 2023. Nú hrein ávöxtun síðasta árs í krónum talið var 50,7 milljarðar en til samanburðar var ávöxtunin neikvæð 8,2 milljarða króna á árinu 2022. Á þessari glæru má sjá hlutfallslega skiptingu þessara sömu eignaflokka og áður hefur verið farið yfir og þá verðmæti þeirra í árslok 2023 annars vegar og árslok 2022 hins vegar. Nú ríkisskuldabréfin eru svo eignaflokkur þar sem við höfum dregið hvað mest úr kaupum á milli ára og lækkar þar af leiðandi vægi hans 1,4% stig á tímabilinu. Ég vek athygli á því að erlendar eignir hækkuðu 25 milljarða á milli áranna þrátt fyrir nettó sölu þeirra eigna upp á rúmlega 1100 milljónir króna. Þetta rímar við framlagsgreininguna sem að ég sýndi hérna á glærunni á undan en langstærsti partur erlendra verðbréfa eignasjóðsins í skráðum hlutabréfum. Nú ef við förum í fjárfestingarstefnuna sjálfa að þá þetta markmiðssetning helstu eignaflokka samtryggingadeildar fyrir árið 2024. Næsti dálkurinn í töflunni sýnir svo, eða í rauninni næst síðast ætla ég að segja, sýnir svo hvert hlutfall viðkomandi eignaflokks í árslok 2023. Helstu breytingar á stefnu samtryggingar á milli ára fela í sér hækkun á hlutfalli skuldabréfa sveitarfélaga úr 4% í 5,5% og hlutfall sérhæfðra fjárfestinga úr 9,5% í 12,5%. Þá lækkar á móti hlutfall erlendra og innlendra hlutabréfa sem og hlutfall innlána. Þá minni ég á að fjárfestingarstefnan á heimasíðu Birtu en í henni má finna nánari upplýsingar hvernig stefnan mótuð og hvernig hún ákvörðuð. Nú aðeins hérna að séreign og tilgreindri séreign. Eins og þið vel flest þekkið að þá eru þetta 3 sparnaðarleiðir sem eru í boði, bæði í séreigninni og tilgreindu séreigninni. Megin munurinn á þeim liggur í áhættustiginu. Á árinu 2023 skiluðu þessar sparnaðarleiðir allar mjög sambærilegri ávöxtun en þegar horft lengra aftur í tímann það leið blandaðra verðbréfa sem kemur best út af meðaltali en sú sparnaðarleið felur að sama skapi í sér mestu áhættuna. Þá var hrein eign séreignar og tilgreindrar séreignar tæplega 25 milljarðar króna
í árslok 2023. Þar sem aðeins ein sparnaðarleið var í boði í tilgreindri séreign á árunum 2019 til 2021 að þá meðal ávöxtun þessara ára sú sama í öllum tilvikum. Það að meðaltali 11,4% nafnávöxtun þessi 3 ár sem samsvarar þá 7,5% raunávöxtun þessi sömu ár. Nú, 5 ára meðaltalið, ef að það hins vegar reiknað, að þá breytast þessar tölur til samræmis við það hvaða sparnaðarleið varð fyrir valinu hjá viðkomandi sjóðfélaga í ársbyrjun 2022 af þessum 3 leiðum sem að þá voru og eru í boði fyrir séreignadeildirnar. Nú aðeins að fjárfestingarstefnu séreignar og tilgreindrar séreignar að þá má sjá þessar 3 leiðir. Það innlánsleið, skuldabréfaleið og blönduð leið verðbréfa og í stuttu máli má segja að þessar sparnaðarleiðir haldast allar óbreyttar á milli ára hvað markmiðssetningu fyrir þetta ár varðar. Nú að þessum skemmtilega parti sem að flokkast undir málaflokkin eins og við köllum hann ábyrgar fjárfestingar, þá vakti ég athygli á því fyrir ári síðan í rauninni bara á þeirri áskorun sem umhverfismálin fela í sér gagnvart fjárfestingareignum birtu. Verkefnið klárlega umfangsmikið og verður ekki unnið nema í áföngum. Markmið birtu kolefnishlutleysi fyrir árið 2040 felur meðal annars í sér að sjóðurinn þarf að ná utanum svokallaða fjármagnaða losun sem Ólafur kom inn á áðan fyrir allt eignasafn sjóðsins til þess að markmið kolefnishlutleysi geti orðið raunhæft. Þá hefur okkur tekist samkvæmt þessari aðferðafræði sem Ólafur nefndi, PICAF, að reikna fjármagnaða losun fyrir hluta af eignasafni birtu eða það bil helming. Þetta eru þá 70% af innlenda eignasafnin okkar. Tölurnar sem fram koma í töflunni miðast við árið 2022 og hafa vissulega ákveðnar takmarkanir í för með sér þar sem að hluti af þeim áætlaður út frá sambærilegum eignum. Í grófum dráttum það mælikvarði sem nefndur losunarkrafni sem skiptir mestu máli en hann skilgreinir hversu mikið magn af gróðurhúsalofttegundum hver milljón í tekjur af viðkomandi fjárfestingu og eða eignaflokki losar. Það má því álykta að því lægra sem þetta hlutfall þeim mun umhverfisvænni fjárfestingin. Nú þó ber að varast að horfa á þennan mælikvarða einan og sér þar sem hann einungis sprot af öðrum forsendum sem ber að horfa til við mat á fjárfestingarkosti. En engu að síður mikilvægur í þessu samhengi. Takk fyrir. Takk fyrir, Sofía. Eru fyrirspurnir úr sal undir þessum lið? Já. Það spurt ávöxtun og innlánsleiðinni. Tilbaka. Aðeins meira tilbaka. Svo. %7,9% nafn og mínus 0,1% raun. Innlánsleiðin verðtryggð
vissulega, en svo er kostnaður sem kemur til frádráttar við rekstur á leiðinni. Hún nær ekki í jákvæða raunávöxtun og síðan er þetta byggt náttúrulega á sjóðstreymi inn í deildina og það kemur inn á mismunandi tímabilum. Fleiri spurningar og svar? Við erum öll að hugsa línulegu dagskrána á RÚV hérna. Mér sýnist þau sem búin að missa fréttunum. En fyrir þá sem að við erum áhugasamir, við erum búin með 37 glærur af 50, þannig að þetta gengur ágætlega. Þannig að ég ætla að fara hérna yfir á næstu glæru sem þá hluthafa eða eigendastefna. Það gert ráð fyrir því í samþykktunum að það sé gerð grein fyrir hluthafastefnunni hérna á ársfundi og hún ekki sérlega borin til atkvæði, heldur bara gerð grein fyrir henni og hún var endurskoðuð og staðfest á stjórnarfundi birtu 17. apríl síðastliðinn og aðgengileg á heimasíðu birtu. Þannig að Ólafur Sigurðsson ætlar að gera grein fyrir henni nánar, gjör svo vel. Heyrðu, já, þetta þekkið þið, þessi framkvæmd sem að vekur alla jafna athygli í ljósi þess að birta á stóran hlut í mjög mörgum fyrirtækjum, þá sitjum við fundi hvar við greiðum atkvæði með tillögum í atvinnulífinu og reynum að tengja okkur við eigandastefnuna sem við höfum sett okkur og það gengur ekki alltaf fullkomlega en bara til að minna okkur á það að við erum með marga haghafa. Eitt af því sem við þurfum að gera er að setjast niður og fara yfir eigandastefnuna hvar okkur greinir mögulega á tiltekin atriði af því að við birtum allar okkar ákvarðanir á netinu, hvernig við greiðum atkvæði og það skiptir okkur máli þegar við greinum atkvæði og þið eru ekki sammála að við tökumst þá svolítið á þá hluti. Og í ár þá erum við að gera lítilsháttar breytingu á 2 greinum sem að mér langar að gera þá bara stuttlega grein fyrir. Og ég ætla að byrja bara hægra megin af því að sú breyting er að mínu mati og mati stjórnar einfaldari. Og hún varðar nefndir sem að ég hef leyft mér að uppnefna sem tilfinninganefndir í ljósi þess að það er mjög tekist á starfsemi tilnefninganefnda í atvinnulífinu og þó víðar væri leitað. Og sitt sýnist hverjum hvernig á að velja fólk í stjórn atvinnufyrirtækja og við erum einfaldlega að segja að þessi starfsemi er nýtilkomin í atvinnulífinu og hún hefur ekki þroskast svo mikið að við teljum ástæðu til þess að setja einhverjar sérstakar reglur. Við styðjum ekki eitt fyrirkomulag umfram annað við skipan tilnefninganefnda en leggjum áherslu að þegar það er valið að þá sé verið að horfa til lengri tíma. Þetta eru einfaldlega þau skilaboð sem við sendum. Þessar leikreglur eða leiðbeinandi reglur eru auðvitað settar af SA, Nasdaq og Viðskiptaráði og þar eru ákvæði hvernig tilnefninganefndir eiga að starfa og það er stöðugt verið að takast á þetta. Ef að þið hafið sterka skoðun á þessu og þegar við höfum betri tíma og gefum okkur tíma þá ættum við að setjast niður af því að rækta samband við haghafa er einmitt að takast á þau stefnuskjöl sem við erum að búa til á stjórnarfundum og með stjórn. Hin breytingin sem er miklu áhugaverðari og mörg ykkar hafa skoðun á og er vinstra megin, það er að í mörgum tilfellum þá er stefnan okkar ekki svo skýr að það sé ekki hægt að takast á einstök málefni og án þess að lengja fundina þá þekkjum við auðvitað play, fjárfestingu birtu og fjölmörg önnur dæmi sem að þið hafi reynt að tengja við eigendastefnuna. Og við erum hér einfaldlega að bæta við að ef okkar eigendastefna er ekki skýr og það er ágreiningur í eignarhaldi að þá skulum við miðla þeim ágreiningi til stjórna þeirra fyrirtækja, leita leiða til þess að koma honum á dagskrá eða ná sátt þegar ágreiningur er til staðar án þess að setja sjóðnum einhver fyrirmæli að þá skuli hann selja eftir 1 eða 2 ár. Og það gengi þá ekki eins langt og kannski aðrir kunna að vilja ganga en það er skref í þá átt að gera sjóðinn að
að skýrari málsvara þeirra stefnu sem við setjum hún. Og ég hvet ykkur til þess að fylgja þessu eftir, að í hvert skipti sem þið eru ósátt, látið okkur vita, að því að með öðrum kosti erfitt að fylgja stefnu ef að þið eru í grunninn stundum ósammálaði. Það væri hægt að lengja fundinn með fjölmörgum öðrum atriðum í stefnunni. Niðurstaða stjórnar var að gera frekar taktvissar fáar breytingar en halda taktinum og rækta sambandi við ykkur og reyna að ná samtali þó þessar breytingar. Þær eru hér kynntar af því að, eins og Ragnar vék að, og settar þá fram með þessum hætti og vonandi slæðir þetta ykkur þá að minnsta kosti sem jákvæð breyting til batnaðar. Takk fyrir. Já, takk fyrir fyrirspurnir og sal vegna þess að leið gerð svo vel. Hljóðnemi á leiðinni. Ég heiti Guðjón Guðjónsson, ég er rafvirki og ég finn nú að vera einn af þessum atvinnumönnum sem alltaf var að tala. Þannig að Ingi búinn að tala og Georg, það komið að mér. Við erum hægt að opna hérna heimasíðuna og kíkja á... Jakob, nei. Hörðu, við bara græjum það svona hverst. Rekna... Já, hún er ekki neitt heim tölvan. Þannig að það verður ekki bara þá Grand internet, það er ekki bara? Jú, einmitt. Já, flott. Ég veist það mig? Nei. Já, til. Ég bý bara, ég er nóg tíma til það. Já. Gjör svo vel, hvað að bjóða þér? Færð inn á þess að lög og reglugerð eða hvað sem að Birtu. Birtu. Já. Lög og reglur. Já, stefnuskjör. Já. Og rúllaði niður. Eigendastefna, opna hana. Og rúllaði hans niður. Þarna númer 5. Hérna. Að mat sjóðsins að gæta skulu hós í ákveðnum starfskjara stjórnendu og meðal annars sé hort til stærðar og umfang rekstursins og svona með og svo fara með þess. Ef þú fer tilbaka rúlla já, ef þú fer tilbaka aftur. Niður þá? Nei, ferð út úr þessu. Já, út úr þessu, ok. Já. Og framkvæmda eigendastefnu, fara að rúlla niður, opna Arion banka til dæmis, þetta er það sem að Arion banki opnaði þetta. Þessa skrá hérna? Já. Þetta er nú spennandi, þetta er svona ratleikur. Já, ok, þeir eru opnað þetta. Þá sést hvað fulltrúi sjóðsins hefur hvernig hann er tekið þátt í þessari eigendastefnu, sko. Rúlla aðeins niður. Sérðu, já. Hafa þetta opið. Þarna er allt samþykkt. Ofurlaun og annað á stjórnendur og allt svoleiðis til. Við getum séð það bara þarna. Og farið út yfir og finna annað félag til dæmis. Við getum þetta bara brim. Takk eitt í viðbót. Já. Láta það duga. Takk fyrir að spyrja þessu, þetta virkar. Þarna bara sést hvað fulltrúi okkar sjóðsins hefur verið ákvörðun þóknum stjórnarmanna, samþykkt. Það er engin lág laun. Þetta er ágætið speitarhól, við erum örugglega að vera í stjórnbréfum, sko. Já. Já. Og við samþykkjum allt saman, sko. Já. Og til dæmis Play, mér leiðist nú ekkert að tala um það.
þar eru stjórnarlaun í 300.000 kall á venjulega 600.000 á formannin og svona framvegis. Ég geta tekið, það er eina sem kannski hefur verið á móti, það var í Alvatek. Þannig að öll önnur félög, já, það var eitthvað sem var hægt að segja að væri á móti einhverju samþykktum. Öll önnur félög sem er inn á þessu skrá og hafa verið greidd atkvæðum af okkar fulltrúa eru bara á þann veg að það er allt samþykkt. Og þetta er nú eitthvað fyrir verkalýðsforinginn að skoða og kynna sér hvað sjóðurinn okkur er að gera. Og eins ákveður við enginn kaupa í Play almenningur. 100 milljónir af 500 milljónir, það fór út. Herru, takk fyrir, ég ætla ekki að segja meira. Takk fyrir. Fleiri sem vilja tjá sig undir þessum lið? Vil þú svara einhverju, Ólafur? Já, var þetta ekki spurning? Já, þetta var svona athugasemd, ábending. Já, er það ekki? Já, akkurat. Já, svo vel. Þetta er bara... Takk fyrir spurninguna og vonandi eru þið sátt við það að gagnsæið er fullkomið. Ég óttaðist að þarna væri einhver pikkaður út af því að ég á eftir að setja svona skjal inn fyrir 2 fundi sem ég fór á. Og við erum að gera þetta núna strax eftir fundina til þess að þetta samtal geti farið fram. Og ársfundur Arion banka samþykkti samhljóða starfskjarastefnu sem kvað á laun sem eru talin vera í samræmi við samkeppni á þeim markaði og við ræddum það í stjórn hvort að við ættum að taka upp orðalagið að gæta hófs og setja okkur viðmið. Af því að við höfum einu sinni tekist á þetta fyrir einhverjum 10 árum þar sem að var til að mynda svo hugmynd sett fyrir fund að laun æðstu stjórnenda ætti ekki að vera meir en 7 sinnum meðallaun í viðkomandi fyrirtæki. Og svo hugmynd var felld með meiri hluta atkvæða fulltrúaráðsins. Og við þurfum einmitt bara að taka þetta samtal. Af því að orðalagið að laun skulu vera í samræmi við það umhverfi sem viðkomandi fyrirtæki starfar í krefst þess að við greiðum atkvæði eins og samviska okkar býður með og birtum það þarna. Og hvar á ég að bera niður? Við getum alveg verið sammála það að stundum finnst okkur kaupréttaráætlanir vera háar og stundum sitjum við hjá og ef við færum lengra aftur þá koma dæmi þar sem við höfum ekki verið sátt. Ekki halda það að við séum ekki líka stundum að gera athugasemdir þegar við hittum þá sem við erum í samskiptum við og segjum skoðun okkar. En ef þetta gengur út á það að setja laun í atvinnulífinu og þá þurfum við að setja okkur stefnu um hvernig það á að gera það. En ég vona að þessi dæmi sýni það að við erum minnstakast að standa okkur í því að þegar við greiðum atkvæði að þá birtum við það og þið getið kynnt ykkur það og það væri náttúrulega frábært ef að dæmin væri svo tekin hérna hefði ég viljað að það væri sagt nei og þar fram til göttunum. En takk fyrir. Já, það voru ekki fleiri sem að vildu... Já, afsakið. Býðum eftir hljóðnumannum og segirðu til nafns. Þetta fyrir þetta gestir sem eru líka hér á netinu. Ég heiti Úlfar Hróarsson. Ég er smiður. Við erum nýbúin að fara gegnum kjarasamninga. Það sem atvinnurekendur settu eins mikið inn í þá eins og mögulegt var, svo kom ríkið inn í og bætti upp á svo að samningar myndu takast. Ef allt væri eðlilegt hér, þá væri við að binda hendur stjórnar af því að stjórnarlaun í þessum fyrirtækjum tækju mið af kjarasamningunum. Ekki öðru. Að tala um eitthvað 7-falt, þú veist, þetta er bara ekki neinu takt við það sem við erum að segja um í kjarasamningum. Þannig að það sem er að gerast þetta er það að verkalýðsleiðtogar, stjórnendur lífeyrissjóða, forkólur í atvinnulífi eru búin að aðskilja sig frá almenningi. Þessi umræða er öll í þá áttina að þá að verja eitthvað 7-faldan launamun, sko. Takk fyrir.
Já, augnablik, hérna, við ætlum að svara þessu. Ég svara þessu nema þessi samkynja athugasemd frá Inga. Úlfar, fyrirgefðu, ég var ansvar að tala um stjórnendur. Allir þeir fundir sem ég hef setið og kollegar mínir og samstarfsfólk, þar hafa stjórnarlaun bara verið hækkað, þar hafa verið hækkað 3,2%. Það sem mér sýnist á framkvæmd þeirra hlutafundar sem við höfum setið í ár, að það sé verið að taka mið af þessu hvað stjórnarlaunu varðar. En svo setjum við ekki laun starfsfólks í fyrirtækjunum, en það er auðvitað eftir að koma í ljós. En bara svo að það hafi ekki, ég var ekki, þegar ég var að segja að laun stjórnenda og vísa í gamla umræðu, þá er það mín upplifun og við verðum þá bara að fara yfir það, lið fyrir lið, hvort að við höfum ekstra samþykkt einhverja herri. En mín upplifun er að það sé í kringum 3,25 á flest öllum öðrum fyrirtækjum. Ingi, gjör svo vel. Sjálfverið Ingi hérna aftur. Ég er að velta fyrir mér þetta sem að sjóðurinn kýs á þessum hluthafafundum, ársfundum. Er ekki hægt að gefa þetta eitthvað upp áður? Núna höfum við heyrt til dæmis, það voru átöku fyrirtækin var að kjósa þennan og hinn og þessi var að bjóða sér fram. Það voru sjóður eins og Gildi gáfu bara upp áður, við ætlum ekki að kjósa þennan eða hinn. Má ekki upplýsa áður en farið á svona fundi hvert stefnir. Svo annað í þessari, ég tala um viðskiptasiðferði. Það er í eigendastefnunni. Við eigum væntanlega í 2 félögum sem er Glitni banki sem var brotlegur. Það hefur ekkert verið gert væntanlega í því en þetta viðskiptasiðferði stendur ekki þar og eigum við í Eimskipafélaginu sem játuðu þessu brotlega. Hefur þetta engin áhrif eða í mínum augum þá stenst þetta ekki eigendastefnuna en kannski einhver annar mann augum gera það. Já, við söfnum þessu saman, kannski eru fleiri sem að vilja tjá sig undir þessum leið. Gjör svo vel. Já, Reynir Sigurðsson heiti ég. Ég ætla að byrja að hrósa stjórninni fyrir þessa átt sem hún er að stefna í hvað var að gagnsæi, að við getum séð okkar fulltrúa í stjórnum fyrirtækja hvað þeir eru að kjósa og kjósum eða kjósa með eða móti. Það er flestu tilvíkur núna með, en allavega við getum allavega séð og dregið það ályktun og það er alltaf rífast laun, hversu háa tölu viðkomandi eiga að skapta sér. En það er fyrst og fremst stjórnarmenn sem við það svona meðlætist sem þeir geta tekið með sig og þau tæki. Að það er sem sagt viðskiptasiðferði og okkar móralskar kröfur sem kannski stjórnin náttúrulega verður að setja sér og þessi aðalfundur og aðri aðalfundur hafa lagt tillögur hvernig siðareglur eigi að vera. Þannig kannski þau tæki. Menn geta alltaf rífist hvort það sé 1,5 milljón eða einhverjar krónur til eða frá. En það er aðalega að siðferði sé og menn séu hófsemið. Að hófsemið sé höfð í fyrirrúmi. Takk. Takk fyrir Reynir. Fleiri sem að vilja áður en að Ólafur tekur hér í boltan og það er mjög mikilvægur umræða. Þetta er auðvitað hlutverk þessa funda að veita auðvitað stjórninni ákveðið aðhald og krefjast upplýsinga. Þannig að það var mjög góð umræða. Ólafur, gjör svo vel. Það birting upplýsinga hvernig við höfum hagað okkur er 4 ára gömul en þess vegna var ég að þakka Guðjóni fyrir að benda á það að við höfum gert þetta mjög lengi og það er gagnsæði sem fylgir því að kjósa á hluthafafundi er sem sagt útvistað frá stjórn til formanns og varaformanns sem að við eigum svo í samskiptum við þegar að koma upp áhöld eða átök. Í mörgum tilfellum er einfaldlega bara ekki verið að takast á stjórnir og tilnefni 5 og það býður sig enginn fram. Birta er risastór sjóður og hluti af siðferðinu, viðskiptasiðferði getur verið að beita ekki sjóðnum með aflsmunum gegn einstakling sem býður sig fram og við í krafti stærðar förum í fjölmiðla og segjum við ætlum ekki að kjósa þig og ekki kjósa þennan en við ætlum að kjósa hinn. Við höfum einfaldlega sett okkur þá reglu og það mætti setja hana þarna inn að við gefum ekki upp fyrir fundi hvað við hyggjumst gera
hluti af því hefur verið að stundum draga einstaklingar framboð sín tilbaka áður en til ákvörðunar kemur og það getur verið ágætt að fylgjast líka með fjölmiðlum. Nú ef það er skoðun á einhverjum þá getur það verið hluti af matinu. En það hefur verið meginregla og það alltaf að taka hana upp bara í þeim skilningu og það þá skilaboð til stjórnar að fara inn í umræðuna þegar einhverjir 6 bjóða sig fram og birta kunngerði að við hyggjumst nú ekki kjósa þennan einstakling. Við þurfum að gera það af ábyrgð af því að í því felst auðvitað að birta er risastór sjóður og einstaklingurinn að bjóða sig fram. Nú hitt varðandi, já, ég held ég að vera búin að svara hinnu að við auðvitað viljum að þið skoðið þetta. Þannig að ef að koma upp atriði sem þið telji vera siðlaust þá er þetta vettvangurinn til þess að ræða það. Takk fyrir. Takk fyrir. Sýnist að við getum þá loka þessum dagskrárlið og farið yfir í þá næsta lið samkvæmt samþykktum sem þá starfskjarastefna sjóðsins en stjórn skal setja sjóðnum starfskjarastefnu varðandi starfskjör stjórnenda sem skal lögð hér fram til samþykktar á ársfundi og birt í áskýrslu og vef sjóðsins. Hún óbreytt á milli ára, var afgreidd þannig á stjórnarfundi núna 21. mars og aðgengileg hérna einnig í fundargögnum. Og þótt hún sé óbreytt milli ára þá ber samþykktum að bera hana hér undir fundinn en fyrst vil ég gefa kost á fyrirspurnum. Ef svo ekki þá bið ég fundarmenn að gefa atkvæði sem samþykkja. Já, einhver á móti. Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá komið að 7. lið sem laun stjórnarmanna og nefnda og það á að leggja fram tillögu það fyrir ársfund. Það sérstök laun og nefnd sem hefur komið saman og gert tillögu til stjórnar. Við kynnt öllu heldur stjórn sína afstöðu og hún skipuð Jóhanni Rúnari Sigurðsson og Kristjáni Þórði Snæbjarnarsyni af hálfu launamanna og Jóni Sigurðsson og Báru Mjöll Ágústsdóttur af hálfu atvinnurekanda. Og Kristján Þórður, hann ætlar að fá að koma hér upp og gera grein fyrir tillögu launanefndar. Gjörðu svo vel, Kristján. Já, fundarstjóri og ágætu sjóðfélagar. Ég, eins og fundarstjóri fór yfir, þá sitt ég í launanefnd og kem upp hér fyrir hönd hennar að kynna niðurstöður launanefndarinnar varðandi breytingar á launum stjórnarfólks í birtu lífeyrissjóði. Eins og við sjáið, svo sem á skjánum, að þá við höfum verið svolítið vanaföst í okkar vinnubrögðum hér en nú erum við að breyta út af því lagi. Launanefnd fundaði nokkru sinnum og við skiptumst á einhverjum tugum tölvupósta til að komast að niðurstöðu og rýna stöðu mála og þetta sem sagt afraksturinn en eins og þið vitið að þá náttúrulega voru almennar launahækkanir í kjarasamningum upp á 3,25%. Og við erum semst að leggja til að stjórnarlaun hækki þá prósentu 3,25 og síðan það þannig að þá verða semst laun aðalmanns stjórnar 145.583 krónur ef að fundurinn samþykkir en var semst áður 141.000 og ég tek þetta allt fram svo að sé nú örugglega rétt reiknað hjá okkur að þessu sinni. Formaður stjórnar síðan með tvöföld laun aðalmanns og færi þá í 291.166 og varaformaður stjórnar með 1,5 laun sem að verða þá 218.375. Varamenn stjórnar fara úr 31.500 upp í 32.524 með þessum 3,25% og það semst mánaðarleg greiðsla en síðan fær viðkomandi full laun aðalmanns þegar
þá mánuði sem að fundur setinn. En síðan leggjum við til að bæta við að heimild varðandi það að stjórn sé heimild að ákveða að greiða fyrir aukafundi stjórnar umfram reglulega stjórnarfundi samkvæmt starfsáætlun. Heimildin til alltaf 7 funda og nema greiðslur hálfu mánaðarlaunum stjórnarmanna. Reglulegi fundir samkvæmt starfsáætlun eru 11 á ári, 1 í mánuði en ekki fundað í júlí. Þá árlega vinnu- og stefnumótunarfundur stjórnar sem almennt rúmlega 1 starfsdagur. Þannig að það sem sagt verður á heimilt að þegar að staðan þannig að þá verður heimilt að greiða fyrir auka fundi ef að þessi tillaga launanefndar samþykkt hér. Og við leggjum til að þessi tillaga sem sagt sendum þetta til stjórnar og síðan að þetta taki gildi frá með ársfundi 2024. Við erum auðvitað búin að rýna töluvert í svona stöðuna í kringum okkur og þetta tillaga nefndarinnar sem ég held að ég sé ekkert þörf að segja mikið meira að svo stöddu. Takk fyrir. Já, má skilja lófaklappið sem samþykki, en ég ætla að gefa samt kost á að gefa orðið laust ef að menn vilja spyrjast nánar út í þetta. Þetta er mjög mikilvægt, við gerum mikla kröfu til stjórnarmanna í lífeyrissjóðum og við viljum að þar fólks taki þetta líka mjög alvarlega, þetta starf, og fái eðlilega greitt fyrir það. En ef það eru ekki athugasemdir þá lítið svo á að tillagan sé samþykkt. Og það skal fært til bókar. Næsti liður þá stjórnarkjör. Þið þekkið það að sem hér hafa setið á fundum að hvernig valið í stjórn. Það fulltrúar launamanna í stjórn eru kjörnir á kjörfundi birtu eða voru þann 9. apríl og á þeim fundi fengu Hafliði Kristjánsson og Hrönn Jónsdóttir umboð til 2 ára og Bára Laxdal Halldórsdóttir umboð til 2 ára í varastjórn. Fulltrúar Samtaka atvinnulífsins voru skipaðir með skipunarbréfi dagsettur 19. apríl síðastliðinn, þar sem þessa tilnefndu Þóru Eggertsdóttur og Skúla Skúlason til 2 ára í stjórn sjóðsins og Ólöfu Lindu Sverrisdóttur til 1 árs og Bolla Árnason til 2 ára í varastjórn. Eins og hérna kemur fram á glærunni. Og þannig ég þarf nú ekki að fara nánar yfir það, en úr stjórn ganga Pálmar Óli Magnússon og Örvar Þór Kristjánsson, auk þess sem Álfheiður Ágústsdóttir sagði svo stjórninni núna fyrir árinu. Þetta það ekki kosning eins og þið vitið, það bara lýst rauninni því hvernig eru nýju stjórnarmenn og ég óska þeim bara öllum til hamingju. Og við förum þá yfir í næsta lið sem kjör endurskoðanda og þar hefur löggiltur endurskoðandi birtu verið Kristinn Kristinsson hjá PricewaterhouseCoopers. Hann var kosinn á ársfundi 2017. Samkvæmt samþykktum þá getur einstaklingur verið að hámarki 7 ár sem endurskoðandi og endurskoðunarnefnd birtu leitaði í vetur tilboða í innri og ytri endurskoðun og það var að fenginni umsögn endurskoðunarnefndar lagt til að Jóhann Óskar Haraldsson, löggiltur endurskoðandi hjá Deloitte, verði kosinn endurskoðandi birtu og það skal borið undir fundinn. Þeir sem eru samþykkir gefa merki. Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá komið að næsta lið sem tilnefning fulltrúa í endurskoðunarnefnd og það þannig að ef að þetta starfa þessi endurskoðunarnefnd við sjóðinn, en ef það eru svokallaðir utanaðkomandi aðilar í nefndinni að þá ber ársfundi samkvæmt lögum ársreikninga aðrunninni að samþykkja þá sem hafa verið tilnefndir. Og stjórn sjóðsins leggur til að þessi 2 einstaklingar sem þarna eru tilgreindir verði svokallaðir utanaðkomandi aðilar núna í nefndinni. Vilhjálmur Egilsson hefur verið í nefndinni en nýr kemur inn Tómas Skov Jensen.
Svo hefur Hrönn Jónsdóttir gegnt formennsku í nefndinni og hún hins vegar tilnefnd af stjórn. Einhver sem vilja tjá sig undir þessum lið? Þá þessi tillaga þessa 2 einstaklinga borin undir atkvæði fundarins, vinsamlegast gefið merki sem samþykkja. Afgreitt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er komið að liðnum önnur mál. Það eru engar, eins og ég sagði í upphafi, það kom ekki fram neinn formlega tillögur og þannig að það verður engin atkvæðagreiðsla hér einhverja afmarkaðar tillögur. En hins vegar þetta eðlilega orðið laust undir þessum lið, önnur mál. Ef einhver óskar að tjá sig undir þessum lið, málefni sjóðsins. Það er Ingi. Já. Heilatur Ingi hér, til að rugla nú ekki tæknina, þá ætla ég að vera hérna út í sal og lesa bara skjánu hjá mér. En undir önnur mál langar mig að ræða málefni sem ég hef yfirleitt komið inn á, af því að þeim er það hugleikið að sjóðurinn sé núllstilltur og enn og aftur ætla ég að minna á það og ég er eiginlega með svona með tillögu að núllstilla á ársfundi, en þó svo að það sé leyfilegt að fara plus mínus 2%, það sé ekki alltaf horft akkurat á nullið, þannig að hann getur verið 2% í plus eða 2% í mínus og ekkert er gert. Ég held að þetta sé bara gott fyrir alla, bæði þeir sem eiga réttindi og eru að fá greitt úr sjóðnum. Þetta er bara sanngirnismál í mínum huga og svo ekki gleyma því að nútíminn býður á að bera saman lífeyrissjóði, í hvaða lífeyrissjóð á ég að vera, og það er alltaf auðveldar að gera það þegar lífeyrissjóðnir standa eins. Þannig að þeir eru nálægt núllinu og það eru lífeyrissjóðir þarna úti sem gera þetta, ef við skilum rétt, mánaðarlega. Þannig að þetta er ekkert eitthvað sem er nýtt undir sólinni. Síðan er ég með ef ég má bæta við ég hefur rætt það áður og það er fólk hér í sal sem hefur rætt það líka, það er sjóðfélaga lýðræði. Og ég mæli með þessi stofnið einhver nefnd sem tekur þetta og skoðar. Hvaða leiðir getum við færa til að vera með aukið sjóðfélaga lýðræði? Við erum að upplifa hér bara mikið rafræna kosningar, allt rafrænt, allt á netinu. Við erum búin að sjá hér mörg skýrslur og skjöl sem við getum skoða langt aftur í tíman og tæknin býður upp á þetta. Ég sé fyrir mér að hluti fulltrúa sem er fyrir sjóðinn, þannig sé kosin bara rafrænni kosningu á sjóðfélögum. Þá fá til dæmis þeir sem eru komnir á eftirlaun, þeir fá fulltrúa ef þeir ná kosningu þar inn, en núna er bara fulltrúar fyrir þeir sem eru í atvinnulífinu, eða er að vinna. Þannig ég tel þetta líka sanngirnismál gagnvart þeim. Ég held að það hafi nú ekki verið neitt mikið meira. Já, ég er byrja á þessu. Takk. Þakka fyrir Ingi. Þessum sjónarmiðum er komið þá áleiðis til stjórnar en verða ekki bornar hér sérstaklega upp. Fleiri sem vilja tjá sig undir önnur mál? Fyrir ekki, ég glemdi einu sem ég var bara að sjá Þegar við höfum verið að greiða atkvæði í dag og þá vorum við rétt upp hönd og við erum með merki rauð og blá. Rauð er fyrir launamenn sem er í fulltrúar í salnum og blá fyrir atvinnurekendur, ekki rétt úr atvinnulífinu. Hér eru bara nánast á fingrum annarra handar fulltrúar atvinnurekenda, eða tveimur kannski. Mér finnst þetta ekki vera góð virðing við ársfund birtu. Hér er góð mæting frá launafólki en ekki góð mæting frá atvinnulífinu og ég held að þetta sé svona ábending og tilmæli til atvinnulífsins að þeir fulltrúar sem bera þetta að vera fulltrúi þeir mæti á fundin. Þakka fyrir það. Samtök atvinnulífsins taka það til sín. Þetta er stórt fulltrúaráð, það eru 180 manns, 90 + 90 í fulltrúaráðinu.
samt myndi ég segja svona tiltölulega góð mæting. Ég þekki nú nokkur andlit hérna atvinnurekendamegin, minnsta sem eru hérna virkir og mæta gjarnan. Þorbjörn Guðmundsson, legend, Þorbjörn Guðmundsson, óskað eftir að tjá sig. Þakka þér fyrir, Ragnar. Það var svona kannski, þetta er auðvitað ekki svona einfalt sko að koma með hugmynd að sjóðurinn sé gerður upp nánast daglega eða einu sinni í mánuði. Nú er ég komin í þá stöð, ég er nú fulltrúi hérna með mínum formanni, en sko ég er náttúrulega komin í þá stöð að ég tek lífeyri frá þessu lífeyrissjóði og ég hef reynda stundu velt fyrir mér sko réttindur svona viðhorfið til þeirra sem eru konur á lífeyri. Þeir eiga þetta stóra rétt og eignir í þessu sjóði. Og ég held ég að við séð hjá valnefnd að þarf að tala um menn þyrft að hafa greitt í sjóðin síðastliðin 3 ár. En það eru þetta enginn sem er komin á lífeyri. Og þegar ég sá þetta velti ég fyrir mér hvort að þetta verði ekki brot á jafnræðisreglu. Þeir sem eru farin að taka lífeyri hljóta að hafa nákvæmlega sama rétt í lífeyrissjóði. Ef ég væri hluthafi í einhverju fyrirtæki þá skiptir engu máli hvort að ég er 25 ára eða 70 ára eða hvort að ég hafi keypt hlutafabréf með lífeyri eða vinnulaunum, hvað sem er. Þetta finnst mér vera umhugsunarvert. En hitt finnst mér að menn þurfa að hugsa ef við ætlum að gera sjóðinn upp daglega að þeir sem taka lífeyri, þetta er launin þeirra. Myndu menn samþykkja það hjá stéttarfélögum að atvinnurekendur gæti svona sveifla laununum bara frá degi til dags hvernig staðan er? Nei, menn myndi aldrei samþykkja það. Og menn þurfa bara að horfa á það sko að það skiptir máli fyrir þá sem eru farnir að taka lífeyri að þeir geti líka haft alltaf vissu í sinni afkomu eins og allir aðrir. Og þetta er auðvitað mörguleiti svona flott aðferð sko. Við þurfum aldrei að taka afstöðu til skerðingar en þess að það er bara búið að rétta þetta af. En við þurfum að hugsa það er fólk á bakvið það sem við erum að gera. Þetta er ekki bara vél. Hvað var það, 17.000 sem taka lífeyri frá sjóðnum? Þetta er fólk sem treystir á þessa afkomu. Við erum svona full ástæðu til að hugsa þetta svona. Eins og Bjarni Bjarni, ég vil bara segja takk fyrir þína flottir ræðu. Ég þarf bara að fá þessa glæru þínar. Gott fyrir að rifja upp grundvallar atriðin. Ég bara að koma þessu að. Það er fólk á bakvið þetta allt saman sem treystir á þetta og það treystir að það sé stöðuleiki í því sem er að fá. En það eru þetta grundvallar atriði sjóður á og eiga fyrir skuldbindingum. Það eru þetta alveg rétt. Og ef hann á ekki fyrir skuldbindingum þá og ef það tilheyrir áunni réttindum þá eru þetta alveg ljóst að það er verið að borga meira en innistæðan er. En það þarf þá að gæta því þegar það er gert að það er fólk á bakvið þetta. Takk. Já. Mér sýnist að Ingi hafi við þessi ljós. Já. Takk fyrir þetta er mjög gott en ég vil líka benda á að breyta að þeir sem þiggja lífeyri eru með verðtryggð laun sem breytast einu sinni í mánuði. Það er nú ekki flóknara það. Við fengum 3,25% en hvað var verðtryggingin á síðast ári? 8, segir Bjarni. Þannig að þetta hækkaði 8. En við fengum 3,25. Ekki rétt. Ég held að sé nú ekkert meira en þetta. Nei, bara það sem hefur komið fram með launahækkunina hérna. Ég vilja að þeir sem að fá út úr sjóðunum fá sem mest. En það er að kostna þeirra sem er eftir að fá ef það hallar 10%. Það er nokkuð ljóst.
Þakka fyrir. Fleiri sem að vilja tjá sig hér? Já, Andri, gjör svo vel. Takk fyrir. Andri hérna frá Félagi íslenskra rafvirkja. Ég tek svo sem alveg undir með Inga að mörgu leyti að það ekki gott ef sjóðurinn til langs tíma í svona slæmri tryggingafræðilegri stöðu og ég held að við gætum alveg kannski, það fer alveg að koma tími á að þurfa að rétta það af að einhverju leyti. Ég held að það sé ekki skynsamlegt í svona langtíma fjárfestingarsjóði að fara á núllið og hvað þá mánaðarlega eitthvað slíkt sko. Ég held að það sé óraunhæft með öllu. En ég held að þetta sé eitthvað sem við ættum virkilega að fara að skoða að einhverjar smá skerðingar í skrefum. Það er nefnilega ekki gott ef við lendum í því að fara í 10% og verða að fara niður á núllið. Það er rosa skellur. Þannig að við þurfum að sjá svolítið fram í tíman. En eins og Bjarni fór svo vel yfir og þetta er uppáhaldskynningi mín þegar hann fer yfir tryggingafræðilegu stöðuna að tek undir með það með Þorbirni líka gaman að fara í basics og skoða það. En þá held ég að það sé miklu rökréttra við tökum á stöðunni áður en að kemur að svoleiðis sem að mun klárlega svíða mjög mikið. Og það er rétt eins og Ingi bendir á að verðtryggingin gerir það að verkum að höggið er ekki jafn mikið ef við myndum til dæmis réttan af 2% núna. Þannig að þetta er ekkert alveg gripið úr loftinu og yfirleitt er tryggingafræðilega staðan mögulega að versna mest þegar það er svona mikil verðbólga. Þannig að ég held að við þurfum íhuga þetta og með fulltrúalýðræði þá held ég að væri bara mjög sniðugt og hollt að skipa nefnd það og skila einhverju niðurstöðu jafnvel fyrir næsta ársfund. Ég bara styð það. Takk fyrir. Takk Andri. Georg. Alltaf að koma upp. Já. Nú ertu með langaræðu. Ég er að opna skjalið eða sko vísa til. Þetta er nefnilega rangt sko að eftirlauna þegar sé ekki gjaldgengir í stjórn sko. Það er ekki mjög langt síðan að við vorum með eftirlauna þegar í stjórn og það hefur ekki verið neinu breytt til þess að koma í veg fyrir það. Þetta er sko starfsreglur valnefndar og þetta er sko Y-liður eftirlaunamaður sem á rétt samkvæmt H-lið og sé metinn hæfur samkvæmt öðrum liðum 7. greinar á rétt á því að sitja sem stjórnarmaður en samhengið að menn hafi greitt síðustu 3 ár það var til að tryggja það að menn gæti ekki hafa greitt einhvern tímann í sjóðinn og ættu þannig rétt til þess að bjóða sig fram og það er náttúrulega vegna þess að það hefur komið fram að þetta séu 100.000 mann sem að hafa greitt í sjóðsins á einhverjum tíma en virkir ykkur staðar hvað 17-18.000 sko. Þannig að það var samhengið en það er alveg ljóst og við vitum það alveg í valnefndinni að það er ekki því til fyrirstöðu að eftirlauna þegar bjóðu sig fram til stjórnar sjóðsins. Allavega okkar megin. Nú tala ég bara fyrir launamanna í þessu. Takk Georg. Þú er ekki prófki á Jóni Snædal. Þetta er svo áhugaverið fundi með þess að Þorbjörn kom allalega frá Spáni. Náðu nú hring í morgunni þegar ekki ára og komst. En þetta er frábær umræða. Fleiri sem að vilja áður en að Ólafur kemur upp og aðeins segir svona svarar kannski einhverju og ætlar að segja síðan nokkur orð. Þannig að það fá ekki fleira að tjá sig sko eftir að Ólafur kemst upp. Ólafur, ég ætla að gefa þér póntuna í örfá mínútur. Gjör svo vel. Bara frábær umræða. Sigríður Margrét er í grænbókarvinnu, situr hérna og hlustar. Finnbjörn Hermannsson er örugglega bara á netinu, er erlendis. 10% vikmörkin þegar þau voru sett í kjarasamningum 1995. Eina lögskýringin sem ég hef heyrt er að ef þetta fer yfir 10% þá er það svona óþægilegt að horfast í augu við það. Það var ekki verið að taka mið af því að eignir sveiflist, það var einfaldlega bara sagt ef það er meira en 10% halli þá leiðir það til vantrausts og líka ef það er meira en í 5 ár í mínus 5. Og grænbókin hlýtur að taka þetta bara til sín á að þrengja eitthvað þessi mörk, fara niður í 2% en það verður bara komið ljós og ég hefði helst ekki vilja fá Rúnar Backman í stjórnina en
ég ætlaði að svara því fyrir hönd Georgs að það geta allir búið sér fram í stjórn að mínu viti. Warren Buffett er 93 ára og er enn fullu fjöri. En mér langar að þakka hérna tveimur herramönnum sem sitja hérna, annars vegar Pálmar Óli Magnússon sem er að kveðja, hann er að segja sig úr stjórn, og Örvar sem er búinn að vera líka með okkur núna í 6 ár, að með minnir. Mér langar að biðja ykkur að koma hérna upp og taka á móti hérna nokkrum stingandi stráum sem við fundum niður í bæ. Í ljósi kostnaðar árverkni þá reyndu að hafa þetta smekklegt. Þessu fylgir þökk frá starfsfólki og öðrum stjórnarmönnum sem hafa notið þess að vinna með ykkur. Takk fyrir það. Það hefur verið mér sönn ánægja og ég veit að ég tala fyrir mjög marga aðra að það hefur dásamlegt að vinna með ykkur. Ég þakka þetta fyrir launahækkanirnar og allt það sem þið hafa gert fyrir mig. En þið fáið ekki að segja neitt, en mér langar að biðja ykkur að klappa fyrir þeim og fyrir frábærlega vel unnin störf. Reyna að vera sætir líka. Já. Það er hægt. Hún fólt að sjá bara þetta svo fyrir. Takk kærlega fyrir. Takk fyrir. Takk. Já, Photoshop. Það er nú hefði líka skýrin sem Photoshopaði þetta stóra höfuð á hana litla líkama. Það er mjög vel gert. Tók eftir því. En það er komið að lokum ársfundarins. Fundarstjóri hefur haldið utan um fundargerð og það verður gengið frá henni í samstarfi við fundarstjóra og hún verður birt á vef Birtu. Og ég vil bara þakka öllum þeim sem hafa komið að því að skipuleggja hennar fund. Þetta bara tókst vel og þakka ykkur fyrir líka frábæra umræðu og segi fundinum slitið. Takk fyrir. Að borga sérstaklega.